Já, komið blessuð og sæl og velkomin í úrslitin í Reykjavík International Games Counter-Strike Edition. Woo! Woo! Við erum mættir í höllina, Tommy. Já, ég kom inn í höllina. Þetta er fyrst skiptið mitt í höllinni. Já. Já. Þú hefur verið einn áður, eða ekki? Ég hef verið einn áður, jú. Já. Jú. Og sjúklega gaman að vera komin í höllina. Geggjað að vera að sjá spilarana vera að setja upp hérna á bakvið og bara almennt séð að þetta sé að gerast aftur upp á sviði. Já. Og ég finn það bæði bara í hópnum sem er búin að safnast þetta saman. Það er næstuð í öll sæti full, þannig að ef þið ætlaði að koma og horfa hérna í ein personu sem að ég væntist til þess að þið gerið, þá þarf að drífa sig. En við ætlum að pakka þennan sal, það er stemming í fólkinu, fólk er peppað fyrir því að við sem komin aftur á svið, leikmennir eru peppaðir. Við vorum að klára hérna fund bak sviðs, þar sem vorum að tala við spilarana og það var alltaf bara einróma samþykki, skilurðu, hei, gerum þetta saman hérna, við ætlum að hafa geggjaðan viðburð hérna og þetta verða geggjaði leikir. Og ég held að þetta sé bara byrjunin á því að við séum að vinna okkur aftur í hérna
þriðjunginn af Laugardalsvöllinni sjálfri og þetta verður ennþá stærra á næsta ári, sérstaklega ef við náum að smekkfylla og keyra upp stemminguna hérna. Ætli sé hægt að leggjast fyrir fram að sviðið og hafa þetta aðeins svona kósí og kannski mæta með svefnpokann eða eitthvað? Já, ég meina, þú veist. Eitthvað pláss hérna? Nei, lítið pláss hérna. Það lítið pláss eftir, sko. Það svona hægt og rólega allt að fyllast hérna og úrslitin í Reykjavík International Games, mikil verðlaun undir. Það ekki bara heiðurinn að vinna hérna á sviðinu í kvöld, heldur það flug, gisting og aðgöngumiðar að Epiclan fyrir liðið til þess að fara út og keppa og koma með einn titil heim til Íslands. Já, við eigum þetta bracketið sem við getum kíkt hérna á og mynd fólk á það hvaða lið að mætast inn í kvöld því að það skemmtileg viður framöndan. Það Dusty Saga. Dusty sjálfsögðu eitt sigursælasta Counter-Strike-lið á Íslandi og Saga, þetta upset liðið. Þetta upset-liðið og bara eins og ég var að tala hérna fyrir leik við góðvinn minn, hann Jón Gunnar, hann hérna var að spyrja, ok, hvað Dusty að fara að taka þetta á annað? Og ég sagði bara, hey, þú veist, Saga eitt af þessum liðum sem að ef það dett í form, að þá bara veggur, þú veist, bara eins og við sáum í undanúrslitunum hjá Viktor, þegar hann lokaði með einhverjum 5 rándum í röð, þú veist, þetta þessir X-faktorar sem þú talaður þessir playmakerar, og þeir geta alveg bara skellt í lás upp úr þurru. Þannig að þó að Dusty virki sterkar á blaði, að þá algjörlega góður möguleiki á uppseti hérna og ég býst við 3 leikja seríu hérna. Ég bara vona það alveg innilega út af því að við viljum alltaf 3 mánu seríu. Við eigum hins vegar lið Dusty núna og mér langar að kíkja örlítið á leikmannahópið þeirra því að þetta sami hópur og hefur gengið í gegnum allt riggið en þetta samt mjög breytt miðað við hvernig ljósnaradeildin var að spilast í gegn en Vargur kemur alltaf inn í lið eins og hefum verið að tala undanfarið Rafle og Pandas komin í lið frá Þór og síðan gamli góði Edison og gamli góði Þór. Já, svona svolítið búin að vera kjarnin í Dusty í svolítið tíma allan að viðlóni við það og haldið bara staðið mjög vel og haldið í gangandi. Viðlóðinni við það. Mér finnst það svona hljóma svo óheðilega alltaf þegar maður segir þetta. Viðlóðinni við eitthvað. En ég meina það jákvæðan hátt. Já. Svo sko fyrir mér, Rafle Pandas geggjað sæningin í þetta mót fyrir Dusty. Upprennandi, efnilegir, góðir leikmenn og stóru fréttina fyrir mér náttúrulega bara Vargurinn. Ég hefði ekki tippað á það að sjá Varg í Dusty á árinu ef þú hefði beðið mig að spá fyrir það. En mér finnst það að vera mjög lógist heimili fyrir hann, bara miðað við metnaðinn og tímann og effortið sem hann að setja í leikin og bara það stig sem hann komin á. Dusty hafa alltaf ætlað sér að vera besta lið á landinu og þeir hafa ekkert farið lint með það og hafa sett mikla fjárfestingu og vinnu í að komast á þann stað og það meikar það bara sens fyrir þá að sækjast eftir bestu spilurunum og ég tel að Varg vera einn af þeim. Hérna sjáum við með þess að statana hans 1,33 í KD, 87 í ADR svona allt í lagi með við það sem þeir hafa verið að segja en hann hefur verið að taka smá baksæti allavega aðri leikmenn hafa verið að skæra fram úr til dæmis í undanúrslitaleiknum Pandas var gjörsamlega galinn þegar kom að því að ná frökkum og opnunum og svo framvegis bara átti frábæra seríu var minn MVP í þeirri seríu og bara fyrir mér einn af þessum spilurum sem að sko ég fylgst með vaksa bara samhliða þessari senu eftir að Rísi kom til sögunar. Hann var sko þegar við vorum í háskóla bíói og Laugardalsvöllinu og allt það, hann var alltaf fyrstur til að mæta hjálpa, mjög metnaðarfullur fyrir uppbyggingunni á senunni, ánægður og spenntur að taka þátt í uppbyggingunni líka sem að maður má ekki sko svona íta til hliðar sko, það er svo mikilvægur kostur og líka þegar ég var að tala við Krúser, þjálfarann hjá Dusty og hann var að segja mér að hann væri líka frábær nemandi. Hann hlustar á það sem sagt, hann leggur sig fram við að bæta sig og það er eitthvað sem að skila honum á þennan stað, þar sem að ég til hans bara hæglega búin að klifra upp í topp 10 spilara landsins, bara auðvitað. Ég verð bara klökkur hérna. Annar leikmaður sem að hefur svona farið mikið fyrir í senunni, svona undanfarið allavega, það er Rafle, vappið þeirra. Kom í Dusty náttúrulega fyrir 2 tímabilum, skaraði alls ekki fram úr þar, var ekki að fungera einhvern veginn í kerfinu hjá þeim, fer til Þór, bara gjörsamlega geggjaður þar. Kemur síðan tilbaka núna til Dusty og hefur verið að spila bara par excellence með Dusty hingað til. Já, og ég meina að þú veist, ok, vekkferð spilara er bara misjöfn, skilur við.
það þarf ekkert að vera þegar Rafli spila með Dusty fyrir 2 árum að hann hafi verið bara á þeim stað sem einstaklingur, sem leikmaður að geta fungerað í þannig liði, en mér finnst hann vera greinilega komin á þann stað núna. Annar af þessum spilunum sem ég hef tekið eftir vaksa tímabil eftir tímabil, ár eftir ár og bara virkilega spenntur fyrir framtíðinni hjá þessum spilara. Einmitt. Við skulum kíkja á lið Þórs, Sögu, það er víst. Mér langaði bara í Þór. Nei, ég segi svona. Allt í gamni, allir vinnir. Viktor, ADHD, Wizardom og Clever. Fáum Clever aftur inn. Sörk ekki með núna, en þeir fá allan að styrkingu af þessunni. Já, ég meina Sörk spila undanúrslitin bara, þú veist, mjög solid, en kannski ekki, þú veist, þarna ertu komið enn einn X-faktorinn í liðið. Clever er einn af þessum leikmönnum sem að líka getur bara allt í einu dottið í gang og svolítið lokað. Þannig að, já, það verður mjög áhugavert að sjá hvernig þetta spilast. Viktor náttúrulega líka átti frábæran leik í undanúrslitunum, algjörlega lokaði bara nokkrum rándum þar. ADHD algjörlega lokaði nokkrum rándum þar, Wizard brjálaður á opnunum. Ég vil sjá Dóm stíga upp í kvöld, og þá held ég að Saga eigi góðan sens. En það gæti verið, já, einhver sem er ósammála mér, komin hérna í settið, hvort að Saga eigi sens. Þorsteinn F, Þór, velkomin. Blessaður. Hvernig leggst þetta í þig? Bara mjög vel, bara geggjaður salur og mikið af fólki og bara gaman að spila på sviði, sko. Já, núna erum við komin aftur upp á svið í fyrsta skipti frá því að við vorum í Háskólabíó fyrir nokkrum árum síðan, bara fyrir COVID. Bara hversu spenntur ertu að fá að vera aftur upp á sviði, geta hort í augun bara á andstæðingnum, séð á bregðast við, og hvaða áhrif hefur þetta á þig sem spilara? Ég elska þetta, sko, mér finnst það geggjað, það er bara allt og langt síðast og ég man bara, einmitt við vorum að spila í Háskólabíó þarna í ykkur 8 klukktíma og svo bara rétt þetta fyrir við á Epiclan og spilum bara öðru sviði þar. Það er bara, þú veist, það er ekkert skemmtilegri síðast heldur en að vera upp á sviði og mann verður kalt á höndunum og stressið og samt að maður skilur að reyna bara og þú veist, það er bara ekkert skemmtilegra, sko. Hversu mikilvægt finnst þér að fá þessa reynslu hérna heima? Núna, ef að þið vinnið hérna í kvöld, þá eru þið mögulega á leiðinni aftur út í Epiclan. Skiptir það máli fyrir ykkur að fá þessa reynslu í farteskið með þessu line-upi að spila saman upp á sviði, gangi gegnum öll skrefin sem því fylgja? 100%. Það er bara, þú veist, þetta undirbýðir svo mikið fyrir pressuna að þú veist, ef við erum ekki með þetta hérna, þá myndum við fara út og þá verðum við að upplifa eitthvað í fyrst skipti. En hérna fáum við að, þú veist, þetta er ekki sem bara testurinn, þetta er alveg leikur hérna upp á sviði á móti góðu liði, þannig að þú veist, þetta er bara frábær undirbúningur fyrir það liði sem fara út og keppa þarna, sko. Já, og talandi andstæðingana, Saga, sterkt lið, sýndu mjög sannfærandi frammistöðu í undanúrslitunum, sérstaklega svona einstaka leikmenn sem voru að stíga upp og bara eiga sín ránd. Hvernig leggst leikurinn í þig og hvernig heldur þetta að fara hjá okkur í kvöld? Þeir eru með gott line-up núna, sko, en ég held að við séum bara með betri gæða og ég held að við séum bara að fara að vinna þetta, sko. Við hvernig ertu hrættastur í liði Sögu? Cleverinn maður. ADHD er ekki sáttur inn á kantinum, sko. ADHD er með hann í vasanum, sko. Það er byrjað. En þetta er það sem er svo gaman líka við að vera hérna saman. Síðasta spurningin áðan í sleppir, segjum sem svo að það farið þannig að þið vinnið hérna í kvöld, farið út á Epiclan. Hversu góðan séns heldur þið, núna hefur þið verið þarna áður, hversu góðan séns heldur þið að þið eigið að vinna Epiclan? Bara góðan, sko, bara mjög góðan. Bara, það er alltaf góð lið þarna úti, en liðin á Íslandi er ekkert verið einu sér lið þarna í Bretlandi, sko. Þannig að ef við vinnum hérna í kvöld, þá stefnum við bara að vinna Epiclan líka, sko. Geggja, eru þið eitthvað að spila eða prakka á móti þessum liðum? Já, ekki bresku liðunum, sko, en við erum alveg að spila á móti góðum liðum og jafnvel bara betri liðum heldur en eru í Bretlandi, sko. Geggja. Frábært, þá ætla ég að leyfa þér að halda áfram að undirbúa þig. Takk hérlega fyrir, við fáum hérna upp statsana hjá Viktori sem var algjörlega frábær í undanúrslitunum og meðan við skiptum gesti hérna í settinu. Það er spurning hvort að hann á að endurtaka leikinn hérna í kvöld. ADHD komin til mín í settið, hvað segirðu, hvernig leggst kvöldið í þig? Bara mjög vel, sko. Já, eru þið undirbúnir? Svona eins og það getur verið, sko. Já, hvernig fannst þér undanúrslitaserían hérna spilast? Núna fer hún 2-1, var vonbrigði að tapa mappikinu ykkar? Þetta var smá þró. Já. Þið takið ábyrgðina á því að þið hafið þróað þessu? Já, þeir unni ekki þann leik, sko, við töpum honum. Já, ég skil þig. Og núna, þú hefur áður verið á sviði í Háskólabíó með, var það ekki Fylkir þá? Jú. Já. Hvernig tilfinning að koma aftur fyrir framan sal af fullana fólki upp á svið, peppaði fyrir því? Já, það er bara geðið, sko.
hvernig er upplifun svona fyrir þig sem spilara að spila svona úrslit á móti kannski að spila LAN þar sem að liðin í sikkurum herbyggjum, engin fyrir fram að þetta meira stressandi, svona stress engin faktor? Nei, ekki lengur. Það mörg ár síðan. Það mörg ár síðan að stress hætti að vera faktor. Þú ert bara eins rólegur, hvað er púlsinn? Bara 60 og bara rólegur? Já, eitthvað svo leys, 65. 65. Ok, núna fer Sörk út og Clever kemur inn. Hvernig horfir á þá breytingu? Heldur það að auki líkurnar á sigri hérna í kvöld? Clever náttúrulega sterkur, reyndur leikmaður. Þetta er bara tveir mjög ólíkir spilarar sko. En Sörk stökk bara inn fyrir okkur af því að Steppi er í skóla og við erum ekki að fara að draga manni frá Ísafirði hingað til að klára fænalsinn sko. Þannig að Steppi gaf okkur þessa helgi og síðan er hann farin aftur í bækunar. Já, skiptir máli að læra líka. En hérna, og hver er munun á þessum tveimur spilurum og hvernig heldur það að koma til með að breyta aðferðafræðin ykkar hérna í kvöld? Hefur það einhver áhrif eða eru þið bara alltaf búin að vera að spila ykkar leik? Við höldum bara að spila okkar leik sko. Serkarinn er bara miklu meira svona star player en Cleverinn er mun svona, kannski rólegri spilari og svona yfirvegari á þessu liði. Geggjað. Einn spilari sem ég vil sérstaklega minnast á frá undanúrslitunum, Viktor, átti algjöran stjörnuleikarna. Þú, Viktor og Vissart voru svolítið bara skipta á milli ykkar að loka rándum hérna bara á fyrstu 30 sekúndunum. Býstu við þannig framistuði frá liðinu inn í kvöld? Dusty spilar náttúrulega alltaf öðru sér leik heldur en verka sko, þannig að ég veit ekki en við munum reyna okkur besta. Frábært. Herru, takk kærlega fyrir og gangiði vel. Takk. Þetta var ADHD in-game leader sögu, stjórnandinn og leikstjórnandinn í því liði og þarna sjáum við Stefán Dabertsson, Clever, búin að eiga góða statsa þarna, Tómi. Já, þetta er einn af mínum uppáhaldsspilurum og hérna, þegar ég tala um svona kingmakers. Þetta eru leikmenn sem að koma inn í lið og gera þau strax gríðarlega samkeppnishæf. Clever er einn af þeim, hefur náttúrulega aðeins spilað minna svona upp á síkastið, bara sögum þess að hann er náttúrulega í miklu námi og svo framvegis, en ef hann kemur inn í eitthvað svona top lið eins og Saga, byrjar að spila á fullu, þá er þetta bara klárlega einn af leikmennum sem geta komið með þessa ró inn í leiknum til að búa til tækifæri fyrir þessa aggressífu leikmenn eins og Viktor, ADHD og já, ef ekki að láta Vissart á þinn líka, bara svona upp á fönni. Jú, ég held það og hérna, eitt af því sem er alltaf svona staðið upp úr hjá mér, hjá Clever sérstaklega, er diglan hans. Mér finnst hann var svona einn af þeim sem að alveg í upphæðu á senunni átti svona ruggluð deglunand og var bara stór partur af því af hverju enginn gat díla við sko sparandinn hjá hafinu á tímabili. Þannig að mér finnst áhugavert að sjá hvernig svo dýnamík kemur inn ef að þeir lenda í efnahagsvesinu. Náttúrulega uppfærslan í síðast tveir þýðir að þú ert oftar í kannski economy vandræðum og fleiri ránd eru einhver svona hálfkaup degluránd og þeir eru alltaf komið með einhverja kanónu þar sem að getur látið hlutina gerast þar. Það geti bara breytt því hvernig leikunum spilast. Tvímælalaust. Við eigum síðan vídeóið sem ætlar að koma upp á skjáin núna og þannig að þá fáum við að sjá hvaða möpp við erum að fara að horfa á hérna í kvöld. Sko, já, Dust 2, bannað, beint Dusty. Takk Dusty. Takk Dusty. Ekkert Dusty, Dust 2 hérna í kvöld. Enda bara eins og ADHD var að segja, þeir segist að hafa tapað því mappi en veka ekki unnið það. Þannig að þeir eru mjög öryggir á Dust og eitthvað sem að Dusty vilja þá ekki fara inn. Bannið kemur út frá sögu Mirage. Já, annað svona eiginlega bara mapp sem að þeir vilja ekki spila á móti Dusty og vilja ekki spila eiginlega punktur. Þrátt fyrir að þeir séu með svona leikmenn sem gætu púsa sig gríðarlega vel saman, sérstaklega eru með þessi tvö akkeri í Dóm og Clever sikkur á megin og sætunum og þessa aggressívu leikmenn í miðinni, þá einhvern veginn funkar þetta ekki, en hérna kemur Anubis byggir frá Dusty, spiluðu það gríðarlega vel í undanúrslitaleiknum sínum og hérna klálega mapp sem að er gríðarlega mikið spila bara í metun einhvern veginn hérna á Íslandi allavega. Kemur svo sem ekki á óvart en þarna eftir að vera gríðarlega mikil áhersla hjá sögu að koma þessum playmakerum inn í leikinn. Já. Og eitt af því sem þau þurfa bara að passa sig á og vera meðvituð er þessi tilhneiging Dusty til þess að teygja liðið í Anubis þegar þeir eru að spila tilhliðina, teygja það alveg fram og tilbaka, hröð rotates á milli sæta, þó þú heldur að þeir séu að fara A, þá enda er ekkert endilega A, mikið með hann lurker sem er kannski að klíra sætin eftir að þeir eru búin að ná rotatinu og það er eitthvað sem ég held að sé lykilatriði ef að Saga vill eiga sens í Anubis að geta kallað hvenar þeir verið að gappa þau.
Nákvæmlega, og Núk pikka af sögu. Saga svona í gegnum tíðina hefur verið eitt af þessum liðum sem að eru bara einstaklega góðir í Núk. Og já, ég tók analógina með gamla kallið með lyklana, en þegar hann er búinn að finna þetta eina stratt sem virkar, þá rönnur hann aftur og aftur og aftur. Og ég vil minna líka á það að þegar að Saga unnu Dusty, það var Núk sem að klálega var lykillinn að þeirri seríu. Þeir gjörsamlega valta yfir þá þar. Disappointing, Saga banna Train. Takk út Train, síðasta mappi okkar verður Ancient. Sko áðurinn fyrir múr ræðum aðeins Ancient. Tölum aðeins Núk af því að þeir læsa á móti Vega í Núk. Það er mappið þar sem við sáum Viktor loka öllum þessum rándum, við sáum ATHT loka nokkur rándum, við sáum Vissat vera með stöðuaropnanir. Þeir eru stórhættulegir á Núk. Og þarna er ég að horfa á þessi möpp. Mér finnst sko bara það sem við sáum frá Dusty og Anubis, ég held þessu mjög erfiðir, stórt verkefni fyrir sögu, en þeir ná að taka það mapp. Það er bara, myndi ég segja, risa sigur í þessari seríu fyrir þá. Núk, það Saga eigi bara góðan sens þar, sérstaklega ef þessir einstaklingar fara að stíga upp líkt og þeir voru að gera hérna daginn. Og svo Ancient, mér finnst það frábært mapp, uppáhaldsmappið þitt. Já. Ég hlakka til að sjá hvernig liðin takast á það. Já, og ef við komum örlítið meira ofan í Anubis út af því að þetta er alltaf fyrsta mappið í seríunni og svo framvegis. Eitt sem við getum komið með í líkingu við það sem að Saga er frá að díla við í kvöld. Ok, þeir eru búin að vinna best of 3 seríu á móti Dusty nú þegar. Það var á ljósstæðardeilda seasoninu og komandi inn í þessa seríu, þá eru þeir ekkert, þetta kemur ekkert á óvart að spila móti þessum leikmönnum, aðeins öðru sér line-up, vissulega, skulum ekki taka það frá, en samt sem áður, þú veist, Dusty nafnið lifir þarna ennþá. Eitt sem er samt svona lykilatriði þegar við adressum sögu, undanúrslitaleikurinn sem við spila á móti Vega, það var online. Hérna er Viktor að koma á svið, þú veist, fyrir framan einhverja, og hann var að karja í senasta leik. Það er rétt. Miklu betri fundamentals í þessu Dusty-liði og miklu meiri sprengikraftur í Dusty-liðinu heldur en nokkuð tíman í Vega-liður. Þeir virkaði bara svona eins og prump í þegar þeir voru í sínum aðgerðum stundum. Já. Og Viktor náði að kapitalæsa algjörlega á því. Dusty er ekkert fara að gefa þann sjens frá sig, sérstaklega ekki þegar þeir eru komin í úrslitaleikin. Nei, og ég held að þú hittir á mjög góðan punkt þarna, þú veist, leið þú ferð upp kaliber á móti andstæðingum, að þá getur ekki farið að gera ráð fyrir því að þú fáir þessi tækifæri á að loka rándum að þennan hátt. Á móti Dusty, ef Viktor nær 2, frábær árangur, skilur. Ef hann nær 1, fínt, en þú þarft allavega að ná 1. Það er ekki hægt að búast við því að hann sé að taka hérna 3, 4, 3, skilur við, þú veist, eins og við vorum að sjá á móti Vega. Bílu framistæða. Bara algjörlega bílu framistæða. Ég bara fer ekki ofan að þetta er örugglega eitt rugglaðasta run bara í keppnis Counter-Strike sem við höfum séð. Ég man ekki eftir öðru eins úr prósinni þar sem 1 leikmaður tekur 5 3K plus í röð, sko. Var þetta Mozart daginn sem að var rugglaður. Þannig að þetta eru gömlu hattaleikmennirnir sem að hattur og fattur. Já, Mozart er mitt í salnum, ásamt góðu fólki. Talandi salinn, ég veit ekki hvort þið heyriði mér, en má ég heyra í salnum? Come on, maður, allur hægri salurinn var of cool fyrir þetta fagn. Má ég heyra í salnum? Allir með. Koma svo, stressið aðeins upp hana. Já, hann erum við. Yes, þarna er þetta. Þessi stemming, þetta keyrir upp stressið akkurat núna. Ég lofa þér því að það var einhver púls sem að fóru upp á sviðinu bara við þennan hávaða. Og við viljum finna þennan hávaða í gegnum seríuna og sjá hvernig spilararnir takast á það. Ég vitnaði mína eigin reynslu. Ég spilaði einu sinni á tuttanum í Kanada. Þá voru við með svona setup og 10-12 og við vorum valdir sem einhvern leik upp á sviði. Ég hef aldrei verið stressað á ævi minni. Bara aldrei. Músin, hún titraði og síðan var ég komin í bara, þú veist, 2-13 og var að halda, þú veist, B-kass og þetta var allt að fara til fjandan, sko. Þetta er allt öðruvísi. Þetta er allt öðruvísi, en þú veist, það er eiginlega, vil ég meina, bara svona sem keppnismadur í töluleikjum, að það er eiginlega ekki betri tilfinning heldur en, sko, þegar að hendiðin hristist á músinni. Já. Þú veist, þegar adrenalín er komið í botn og þú ert inn í þessu mómenti, þetta er svo geggjað. Og það er það sem við heyrðum frá þessum spilurum líka. Bara ógeðslega gaman að komnir aftur upp á svið, ógeðslega spenntir að takast á þetta verkefni og ánægðir að fá reynsluna. Og það er eitthvað sem ég er sjúklega peppaður að við getum skilað þessum einstaklingum með sviðsreynslu út til Bretlands. Já, ég meina, hvar ertu að horfa á þessa seríu koma út og þeir eru með 1 stykki best of 3. Þetta byrja Anubis, förum í Núk, þú veist,
Er þetta að hallast að Dusty hérna á þínu mati? Eru að fara að fá þryggjumappa seríu? Hvernig fannst þetta að fara í gegn? Sko, ég held að þetta hallist að Dusty. Ég er sammála því, en ég held að það sé aðalega bara því að ég held að Dusty sé í grunninn aðeins sterkara lið. Eins og ég talaði dagsform og sögu geta bara hæglega lokað. Hvort þeir ná að gera það upp á sviði, önnur saga. ADHD virtist allan að vera ansi afslappaður og rólegur. Ég veit að Clever hefur spilað upp á sviði líka, þannig að þú veist, þeir eru með einhverja smá sviðsenslu í liðinu og geta kannski haldið rónni niðri. En svo líka bara, þú veist, Nuuk. Ég meina, Dusty er engir amatúrar í Nuuk. Þetta er örugglega eitt af þeim möppum sem þeir myndu pikka í ákveðnum seríum. Ef þetta væri best of 5, þá væri það ekkert fráleitt að sjá þá pikka mögulega Nuuk. Kannski myndu þið taka Ancient ofar, þú veist, Anubis Ancient Nuuk. En ég meina, þetta er Íslandslið, þetta er Nuuk, ég kunna þetta. Hljóta geta rönna eitthvað, þú veist, Default Smoke niður og eitthvað vesen. Ég held að þessu miklu dýpri á playbookinu þar heldur en það. Þannig að, þú veist, eins og ég segi, þetta er svona svolítið svipuð saga við vorum að tala með Saga Vega, það sem að Dusty er með dýpra playbook og er kannski fjölbreyttari, en það er bara spurning hvort að þessir einstaklingar sem að hafa keyrt samanstrattið eða sömu stöður aftur og aftur bara nái að hitta skotunum sín. Nákvæmlega. Svo bara hlakka ég líka til að sjá, ég hefði alveg tilfinningunni að þú veist, þú ert með veteran in-game lítur í ADHD, hann getur alveg tekið upp á einhverju nýju og komið óvart. Þannig að, það er mitt take á þessa seríu. Ég held að þetta verði 3 leikja sería. Ég held að Dusty eftir að koma snældu vitlausir inn í Anubis. Ég held að Anubis eigi eftir að enda sko jafnari heldur en það byrjar og ég held að Saga fari inn í Nuuk með smá momentum og við sjáum þetta fara í map 3. Ég er allavega á því að map 2 verður mjög close. Hvernig viljum við bera líka saman, þú veist, út af því að nú erum við búin að spila mjög mikið að fænast í gegnum ljósstæðardeildina og í gegnum hinnu ýmsu mót og þá erum við yfirleitt með LAN finals í arena og þar eru þeir inn í herbyggjum. Hérna eru þeir komnir fyrir framann crowd, þeir eru komnir með okkur í eyrun. Það er alveg pressa þegar þú veist að underperforma og svo framvegis. Hvernig áhrif heldur að það hafi á leikmenn? Getur haft sjúklega mikil áhrif. Þá sérstaklega ef þú byrjar illa. Eins og þú varst að segja, þú varst upp á sviði hérna 2-13 allt í einu, þú veist, þetta getur byrjað að vera neikvæður spírall sem bara étur upp einhverja spilara. Liðin þurfa að vera dugleg að taka timeout, skilur ef að mentaldin er farin í ruslið eða í klósettið þá þarf bara að taka timeout, anda djúpt, resetta sig og halda síðan áfram. Þetta er umhverfið þar sem að sko hlutir eins og þú veist öndunaræfingar sem að fólk myndi venjulegast vera svona þetta er svolítið kjánalegt hérna þú veist ég set einhverja öndunaræfingar inn í herbyggjaðurinn í spila Faceit en þetta er þannig tími þar sem að það fer að skipta máli. Bara ein besta leið fyrir til að díla við stress er að stjórna önduninniðinni og annarkvort að taka hérna þú veist box breathing eða bara anda djúpt inn nefið og anda mjög aggressíft út munnin og þetta er eitthvað sem að ég var að kenna hérna krökkunum í rafíþróttum fyrir 6 árum síðan og eitthvað sem að spilararnir ættu hiklaust að nýta sér hérna på sviði að því að bara leið og taugarnar byrja að hérna fara upp að þá er bara líka með þannig að það er svona feedback lúpa sem gerir það bara verra og það lagar sig ekki að sjálfu sér. Þannig að við höfum alveg séð að gerast á stóra sviðinu hérna í atvinnumannasviðinu líka þar sem að spilarar kannski online hetjur koma út og bara láta rústa sér þegar þeir eru komin upp á svið og það er nákvæmlega því þeir kunni ekki að díla við þennan spíral. Ég veit ekki hvort þá kannist við það en það er mjög gott dæmi einmitt í prósenunni frá Gambit sem var síðan að Cloud9 og eitthvað þannig. Þeir urðu besta liðið í heimi í online periódunni í COVID. Og þá einmitt komaði minni mig á Katowice eða Cologne eða eitthvað álíka og þeir komu þarna inn og það tekið viðtal við Nafoni sem er innkemnýtinni þeirra þá og þarna í kjölfar á því þá þarna svona já, við finnum ekkert fyrir stressi á þarna þegar við erum komin á sviði. Nei, alls ekki. Drullu í degið. Já. Urðu aldrei sama liðið aftur. Nei, en þetta er áhugaverður hluturinn við stress, sko. Skiptir einhver máli hversu mikið þú afneitar því, það er það. Já. Stress er bara hormónakerfið í líkamannum að segja þér að það er eitthvað í gangi. Já. Og þú stjórnar því ekki nema þú aktíft stjórnir því. Ef þú reynir að hunsa það, byggist það bara upp. Og þetta er akkurat ástæðan fyrir að skipta máli. Þessi strákar fái tækifæri til að keppa hérna på sviði áður en fara út á Epiclan. Það verður náttúrulega fleiri augu á þeim á Epiclan heldur en hér og ennþá fleiri af því að þetta er utanaðkomandi lið.
skilur við. Þannig að fólk fylgist alveg vel með þeim. Þannig að ef það er vesen að ná að gjarna sig og standa sig vel á sviðinu í dag, þá verður það ennþá meira vesen út á epla. Já, og við erum bara tilbúin að fara svona fljótlega inn í leik. Það er fyrsta mappið, Anubis, Dusty. Er Dusty að fara að sigra mappið ekki sitt? Er Saga að fara að stela Anubis og setja smá stress strax í Dusty í byrjun? Við komumst að því eftir ótrúlega lítinn tíma. En hvernig heldur þetta að fara? 2-1, 2-0? 2-1, Dusty. Ég er á sögulistinni. Það er mitt kall. Ég er á sögulistinni. Ok, geggjað. Komið að því við fljúum hérna Anubis, fyrsta mappið í úrslita viðureigninni á Reykjavík International Games 2025, þar sem að Dusty mætir Sögu. Leikar eru við það að hefjast hér í höllum. Já, Laugardalshöllin tók vel á móti okkur, stressið í hámarki, troðfullur salur. Hvað er betra að byrja heldur en í Egypta? Já, uppáhaldið. Já, þetta er bara... Ef við vorum að missa því, þá fékk Tommi svona bók Egyptaland jólagjafir. Já, námfótti. Já. Bara hvetja mig til að vera námsmaður. Ég vildi bara spila sér. Og vera forðaðar, við vissum. Já. Indiana Jones meets Forrest. Það er mjög áhugað sko líka að þú fyrir að líka bæði á nútið Forrest. Já. Hérna fólkið að vera en þá er þetta byrjað. Round númer 1 hérna í höllinni, má ég heyra alla bílast. Þarna alvöru fagnaðalæti hér. Við sjáum hérna barða... Verður það tónlistin í gangi? Já, við sjáum hérna barða strax milli Viktors í vatninu, Dom finnur Pandas og Þorsteinn F svarar hérna. Borri fór aftur á punna. Og fæt sem ATHT sigrar þarna. Risastórt, Raflega að reyna að koma sér inn á B-sætin, það eru nokkrir leikmenn að taka mótunum þar. Takkar hérna 2 hausar þá og það eru 2 leikmenn lágir. 2 eftir að leita einhverjum lausnum hér. Bomban, bakinu. Spurning, hvert er ákveða síðan að fara? Verðist vera búin að taka ákvörðun það allavega og ætla að taka árásina. Markur og Þór, 2 leikmenn eftir hérna fyrir Dusty. Þeir finna Viktor út í horninu. Spurning hvort að þeir finni Vistart hérna. Já, hann kíkir út úr turbo og lætur finna fyrir sér Þorsteinn F núna á súlunni eða ísetti eins og við köllum það. Já, vissulega. Kom flast þarna, hittir ekki skotinu, Þorsteinn fellur og þá er Vargi bara eftir fyrsta rándi komið til Sögu. Já, einhver villa þarna í óvileginu sé ég í liðunum aðeins víxlað en risastórt hérna fyrir Sögu að vinna pistólið. Það er lykillinn að því að þið getur unnið þessa seríu er að ná þessum pistól. Það er skriðþungin. Það er skriðþungin. Já. Þetta er svona checklistinn, manstu, þegar við vorum að horfa á fyrri undanúrslitaleikin sem að var vinna pistól, vinna round 2, vinna round 3 og þá ertu komin vel á því. Náðu alltaf bara 2 hlutur af 3. Já. Það var alveg vesen. Spurning hvort að Saga hérna ná að tekja öll bóksinn en... Náðu fyrsta checkmarki og hérna íföld. Ákvarðanir teknar hjá sikkur liðinu. Smungur í alóbínu og
bara þægilegt. Kaupið smá tíma fyrir vörnina að nýta þessa smóka. Já, bara fínt líka að láta Dusty menn aðeins svitna. Leyfa þeim aðeins að hanga fyrir utan þess að smóka og veit ekki alveg við hverju þeir eiga að búast. Reyndar mjög þægilegt fyrir einmitt Sögu að verða þessari stöðu vinna hérna first roundi og setja strax pessuna á reynslumenni leikmennina og þurfi ekki að díla við þetta. Það bara spurning hvenar pressan að fara aftur yfir á Sögu. Smókur fyrir Alobi aftur og þetta ansi þægilegt fyrir Akkerið. Já, liðin eru komin í lag, það allt rétt núna, Saga eru vissulega CT-megin, Dusty CT-megin, 1-0 Sögu í vil hérna, það eru 40 sekundur eftir í þessari lotu og það hæg lota sem að koma inn og út í rándinu með 2 hjá Dusty, sem að ég vil meina segja að þeir eru mættir til þess að spila og Rafley hérna treytar inn, finnur Vissart í vatninu, en Dom mættur, tekur 2, Rafley svarar, það 2 á 3. Manni yfir Saga. Verða að spila þetta saman hérna með Vendrits, Viktor. Smá sjens og Clever í bak, tekur 2 og það annar rándi fyrir Sögu. 2-0 Sögu í vil, frábær tímasetningarna hjá Clever þegar hann finnur 2 leikmenn í bakið, skiptur í eirað, þeir eru ekki að búast við honum þarna, ekki þessari tímasetningu. En stórt fyrir Dusty, ná plantinu, halda efnahagnum aðeins betri. Og voru þarna á töluvert verra kaupi, náðu samt að koma, taka sætin og setja bombuna niður sem að, hlýtur að gefa þeim ákveðið sjálfstöð farandi inn í sparið núna og svo væntanlega sparið núna og svo hérna yfir í sem við búast við að væri fyrsta kaupa. Já, það er nákvæmlega þannig alltaf gott að eignast þennan pening úr þessu rándum þrátt fyrir að taptime og Dusty hafa svo sem ekki verið eitthvað hræddir við að forsa öllum rándum, sáum það á móti Kano í Núk sem dæmi. Vorum eiginlega bara stórskrítið hvað, keyptu mikið en Vissart hérna að taka móti fyrsta. Grensan góð en spreyið aðeins lakara, núna er hann komin í vesen. Æða út þristin og Vissart með 3, risastór! Og að finna 3 í lotunni. Nei, 4! Já, 4, einu með Grensu. Rísastórt ránd þarna og þetta er það sem við erum að tala um, þetta einstaklingsframtak hjá Sögu. Ef þeir ná að koma þessi í gang og gera þetta aftur og aftur, þá verður þetta erfitt kvöldina fyrir Dusty. Margur ákvörðun tekinn og verið að sitja á bomburu núna. Og Saga búinn að tjekka í öll 3 bóksin fyrir uppsettu í fyrirháleika. Já, Margur flýr það með þessa byssu bara. En 4K hjá Vissart nóg til að landa 3. rándinu en það var þetta Traditions, það fyrsta gunsað. Já, það fyrsta kaupið, núna fáum við stál í stál og strax Dusty búinn að taka leikli, ekki sáttir við það að vera 3-0 undir og ætla að nýta þetta fyrsta gunn. Þeir vita náttúrulega líka bara hvernig efnahagsleikurinn í CS2. Þetta er mikilvægt ránd fyrir Dusty. Hérna þurfa þeir að stíga upp og sína að þeir eigi tilkall fyrir T-hliðina hérna, sérstaklega á mappi, þar sem að T-hliðin er betri. Já, svona historikli allavega, þegar við skoðum yfir startana, þá hefur Anubis T-hliðin verið bara gríðarlega góð fyrir þá. Allavega góða byssur, gott jútil komið til þeirra en það er bara spurningin hvernig þeir ætla að hátta þessu rándi, ætla að reyna að keyra það í kaf strax í byrjun, rössið eða splittið, eitthvað álíka, eða ætlar að taka eitthvað hljóðlátt default, þar sem þeir leita einhverju pikkum, jafnvel á stjórn á A-lobbyinu, lörgsmokur út bíð, Vargur var mjög duglegur að taka þá í seríunum móti Kano. Ég geri fastlega ráð fyrir því núna að við fáum yfirvegað og rólegt ránd frá Dusty. Sem að þeir vilja hámarka líkurnar á ánangri. Ég held að í þessari lotu þá séu þeir ekki á þeim buksunum að rúlla einhverjum teningum hvort að þeir nái rössi eða ekki. Já. Þannig að, en svo náttúrulega geta þeir komið á óvart. Ef að ég er ekki að búast til hröðu play, þá er Saga mögulega ekki að búast til hröðu play. Já, þú ætlar að púla það. Ef þeir búast til við, þá sjáum við miðjunni. Wow. Vargur með 2, hann kom play út bíð og Vargur sér við þeim. Og þessi yfirvegaða nálgun að virka hérna fyrir Dusty
settu boltan á völlin hjá Sögu og svo gerið eitthvað með hann og við tökum vörnina. Þetta er akkurat einn af styrkleikunum á tilhliðinni, myndi ég segja, að þú ert í svo góðum stöðum til þess að taka á móti oft þessari árásargirni frá sér tilhliðinni. Nákvæmlega, og Vargur er búinn að vera í þessu hlutverki í gegnum allan sinn Dusty feril. Það er bara default í Anubis að fyrir utan B með hann eina smók, það er molla og grensa á ECD. Já, það er alltaf þannig. Og síðan nær hann alltaf þessi púsum. Alltaf. Við sjáum hérna Dusty, núna straujaðir út æð, það er Vissart til varnar, hann finnur fyrsta, Vargur fallinn, en það eru fleiri leikmenn Dusty sem eru mættir. Pandas brennir allt í hátíð niður, Vissart með annan, Pandas samt, risastór, finnur Vissart, finnur ekki þriðja samt, Viktor finnur Pandas tilbaka, en það er Rafle sem lokar þessu og tryggir fyrstu lótuna fyrir Dusty. Við erum með leik á höndunum, Tommy. Það er nákvæmlega þannig, playið í byrjun var ekki gott fyrir Sögu og Dusty að stilla upp í gott aðteik. Vissart gerði sitt allra besta og það virðist vera að hann sé á skotskonum hér. Strax, hann er 9-3 á stigatöflunni akkurat núna, næsti leikmaður í liðinu með 3 fellur. Þannig að, Vissart, hann ætlar að vera göldróttur í kvöld að því virðist. Og ef við kíkjum hinum einn nokkuð svona jafnt þegar það kemur að frakkinu og Pandas stimplaði sér rækilega inn í leikin í síðustu lótu, gerir gríðarlega mikilvægt verk hérna fyrir Dusty að tryggja hasarni. Já, það er þessu vatnskipti miðunni. Það var upplýsingar að hafa fyrir hann. Alltaf þessi lögsmungar, það er lögsmungar, það er lögsmungar bíð. Það er það sem að Viktor er að díla við. Vissart heldur áfram að krækja í fröggið. Það er Pandas að þessu sinni. Já, það er ekki leikmaður sem ég held að þú viljir sjá falla snemma eða úr Dusty frábær í að búa til grúður í vörninni. En Andi Hátti núna undir pressu, tekinn gegnum miðjuna, Þorsteinn F með einn með backup frá Eddersen finnur Vissart. En þessi degla, hún hitti en ekki nóg. Þorsteinn F fellir dóm þarna. Miðjan er þeirra æð, er þeirra á 2 eftirlifandi herbúðum Sögu og þeir gætu tekið ákveð af alltaf þessum byssum. Já, væri skynsamt. Hins vegar hinum einn, Efnahagurinn búinn að halda nóga leikmönnum á lífi en Þorsteinn að fella Clever hér. Þetta er ein byssa, mjög dýr byssa sem að fellur. Viktor leitar en Þorsteinn með báðar fellurnar og Efnahagurinn kominn í gúlagið hjá Sögu. Já, skjótskipast veður í lofti og alltaf 2 lótur í röð hérna fyrir Dusty, staðan 3-2. Við sjáum Sögu núna væntanlega að fara á spar og leika jafnast myndum við halda. En eftir það þá er það allt aftur undir og það er bara, manstu, 0-0. Allar lótur eru 0-0. Förum inn í allar lótur til þess að vinna þær. Það er attitúdið sem þarf að vera hjá liðsmönnum sem eru upp á sviði í dag. Það er auðvitað að vera að saga og kalla það akkurat núna. Við 10,5 Efnahaginn. Pandas og Eddersen vinna saman að greinina góðar. Pandas fylgir því eftir, finnur Vissart og þeir búast við meiru þarna, heyra degluna syngja. Pandas alveg óvart í gegn þarna, búin að finna 4 risaránd. Pandas og Eddersen sópa saman sparinu, sópa saman klinkinu frá Sögu. Eins hljóðlótur á Eddersen er, þá er Pandas alveg ekkert eðlilega hávær. Það er gaman. Núlla hvernig hann mjög vel út. Já, Þeir ætla alltaf að vera dúó. Milli þeirra, þá er meðal decibelin á réttu skala. En það er virkilega gaman að sjá framan í spilarana hérna, þar sem við stundum, við sjáum tilfinningarnar, við sjáum viðbröðin og ég er að elska þetta, Tommy. Já, við sjáum alltaf bara sviðið, það er sturlað. En nálega byrja Líkandi að opnu. og sí. Þetta gæti verið mjög dýrkeypt. Vargur laumar sér hérna í gegnum reykinn, finnur skada en enga fellu. Viktor tekinn og afniður. Það er þess Vissart með Rafle, amen. Smókur út æð og Eddersen opnar þetta. Frábært skot. Viktor eins og lág og Clever nær ífrakinu hér. Mollin upp á 10,5 og Þorsteinn nær því en þeir eru í
tvo leikmenn hérna, ATHT með riffil samt sem áður ekki upp á vopni hans og hér er hann í vesenni. Þorsteinn finnur fraggið, það heldur niður byssunni hérna, Dom með varg og þá einfalt 2K á Dom. Og Diffusið ætti að koma hérna inn og aftur fórist það á Sögu. 4-3, Sögu í vil, búin að taka núna gunround líka, sína þeir geta þetta. Það verður ekkert gefins hérna í kvöld, Tommy, það er nokkuð ljóst. Og Wizard búin að vera risavaxinn á þessum A-side. Já. Hann var einn á A-inu að berjast á móti sko að reyna, sko Dusty var að reyna að taka athygglina yfir á A-ið og meðan þeir voru að lurka þarna í kringum B og að reyna að finna einhver á opnun þannig að gátu kalla rótitið yfir en Wizard bara sagði lok og læs allt í stáli. Mjög þægilegt að hafa leikmann á A-inu sem að einmitt gerir eitthvað svona, hann er alltaf með 1-2 og sérstaklega ef þeir reyna að pikka hann þá bara ekki séns. Já, hann mun, ef hann heldur svona áfram þá er það, já, góðar fréttir fyrir Sögu hérna. Sjáum þetta ránd fara af stað frekar snögglega mikið af stöffi, hent á báðum hliðum en engin fella enn sem komið er. Örlítill skaði gerður en það er svo sem ekki neitt að tala þessu staðan í dag en fasteign allavega komin til Dusty og það spurning hvernig það bregðast við. Gott setup hjá... Ói, skýtu skotarna á Þorsteini og Wizard fundin í gegnum reikinn. Edison samt aðeins að rugglast. Þorstein F. Ó nei! Rafle! Þetta verður Wizard að ná fragginu! Wizard búinn að lauma sér inn í A-main en Rafle einhvern veginn hittir þessu skoti. Það er 2 á 4 í þessu retaki hérna og það er spurning hvort að við sjáum Sögu bara ákveða að fara í spar. Gæti verið... hefði Wizard náðu þessu frá, hann átti að náðu þessu fraggi en allt kom fyrir ekki. Við varum að horfa á allt annað ránd ef hann næri þessu fraggi. Þá ertu allt í einu komið með sko mann í A-main og 3 á 3. Þetta er bara risastórt þarna. Viktor finnur Pandas hérna, mikilvægt að taka allar þær byssur af Dusty-mönnum eins og þeir geta. Edison fellur líka. Það er með Edison skiptir í AK-inn og hleypur í burt þarna einn leikmaður. Það er margur allan heldur vappa hér en hann hefði getað á fragginu á Rafle, pikkaði vappa, haldið alopinu, beðið eftir rótutinu og það hefði verið alltaf vand á þessu segir. Alltaf. Evaro og það segir okkur kannski líka bara hversu sko góð bæði liðin eru. Að Ránd sé að ráðast á sko einstaka fætt og einhverjum litlum mistökum, bara stundum fer maður í spreyið og maður næri ekki stjórninni, skilur við, það bara stundum gerist lélegt spreyið og það gerist akkurat þarna hjá Wizard og fyrir að hafa verið frábær framan af og það kom þarna Rándið en það er Edison hérna sem leitar á opnun en Wizard hann er mættur af A-inu og segir að það gerir eitthvað B, ég held nú síðan. Wizard sem liggur þarna sem þeir geta pikkað upp en ekki svo staðan er akkurat núna. Þetta að færa Wizard þetta er eins og einhver hitmenn yfir á sikkvort sætið til að brönd. Svona næstu því eins og bara sko að flytja sko hergögn á milli, svona eins og sett með skriðdreka. Já. Bara heyrðu, færum hann núna yfir hérna, komum á óvart. Wizard stóð 13 fröggum. 13-6 eftir 8. Smókurinn í miðina, ægilegur og getur keypt hérna smá tíma fyrir CT-na til að aðtáða sig. Þessi smókur sprengtur, Markur finnur ATHT í gegnum hann og þá kemur pressan inn frá Dusty. Hvert ætlaði að fara, virðast vera búin að ákveða sig. Það er Viktor sem er hérna undir pressu. Sér þá krossa úr þristinum, finnur einn, Dom með annan en Rafle svarar. Og það er þá Pandas og Rafle, tveir ungu leikmennir. Rafle búin að finna Wizard. 2 móti 2 akkurat núna. Það er Dom og Clever sem að þurfa að finna þessu glæsir sko frá Pandas og þá er Clever einn eftir. Hefur oftar en ekki ná að leysa svona klandur sem að liðið búið að koma sér í. Gæti verið aðeins of stórt verkefni akkurat núna. Þarf að einangra, bardagana ef hann getur. Kemur Odens, þvílíkt flikk þarna hjá Rafle. Geggjað skot úr vappanum, lokar þessari lotu og Dusty komast aftur yfir 5-4. Var þetta sjúkt skot hjá honum? Það var geggjað flikk. Geggjað flikk.
og það er ekki að sjá að taugarnar séu að býta á ungu leikmennina í Dusty akkurat núna. Alls ekki 5-4 Dusty komnir í fórustu akkurat núna en það hefði aftur nákvæmlega svo að tala þetta litla play, þetta eina fragg sem að skilur sig ránd af. Mollin klikkar hann hjá Pandas í B-lobby en ekkert play sem að kemur út. Og Kristinn er aftur í tekin og Edison og Viktor með 2 þarna, báði haus og Þorsteinn hjálpar öllu til ATHT út úr Faro fellur leið og þá Vissard 1 eftir. Edison risavaxinn í þessari lotu og þetta vissulega á móti ekki fullu kaupi hérna hjá Sögu en snyrtilega spila hjá Dusty og stórt fyrir þá að lifa með alla. Nokkuð sem það ef þeir lifi með alla hérna þá séu þeir í góðri stöðu að kaupa út hálfleikinn. Vissulega komist það núna að hann í höndunum, leitar að þessu eina fraggi, skrifast að ná fleira. Fyrir varg! Getur hann gert meiri skada hérna? Það glokkið beint í haus. Já, svaraði nei, Pandas óþolinmóður, nennir ekki að hlaða, rífur bara upp skampusuna og hleypur leikmanninn niður. 2 ránd eftir í þessum fyrri hálfleik hér og aftur kaup komið til Sögu. Þetta ætlar að hagræða vopnabúnaði sínum akkurat núna. Þeir eru með þessa fallbyssu í Vissard, 14 frögg á honum eins og gætum ekki tala meira hann en eins og við sjáum ATHT, hann eiga erfiða byrjun hérna leiknum strax CT megin. Já, búinn að finna sjálf sig í svolítið erfiðum stöðum í þessum leik. Ekki tækt að segja að hann spila eitthvað illa en bara það er erfitt þegar að þú ert alltaf að spila úr erfiðum stöðum. Það var mjög erfitt að setja gott skor á hérna stigatöfluna en sjáum hérna stöð fljúa fram og tilbaka og það núna Dusty menn sem láta skara skríða, Vissard finnur einn, hann alltaf með einn en Panda svarar og þá það á Dom að gera eitthvað meira en frábært skot frá Rafle í gegnum vegginn. Tekur Dom niður og A-sætið fallið og núna stór ákvörðun fyrir fram á Sögu. Ætla þeir að reyna við þetta eða ætla þeir að spara fyrir síðustu lotuna í hálfleiknum. Það væri risastórt ef þið ná að halda Dusty frá því að komast í 7 ránd og ná að halda hálfleiknum jöfnum en þeir virðist vera að þeir ætla að reyna þetta. Pandas kallar það til viðspila sinna, Mollin kemur, það no stuff Dusty megin og þetta eiginlega ógerlegt upp úr þessu fyrir Sögu. Tíminn naumur og 4 frögg að finna pluss diffjúsa bombu og ákvörðin góð, spottaði þarna út allir 3. ATHT enn eitt skotið sem að klikkar hjá honum. Þetta slæmt og það vargur þarna. Komin á CT með litla spreyt á henni en Viktor finnur fraggið en ekki ætlar ATHT að finna það. Og Edison með báða! Hann jarðar efnahæginn hjá Sögu. Senasta rándið að fara á stað núna og það kreppa hjá Sögu. Já, stýrivextir búin að vera mjög háir í Anubis mjög lengi. Spurning að endurfjármagna? Já. Ég held að peningastýri nefnd Egyptalands fyrir að fara að lækka stýrivextina hérna. Já, það að gerast. Ef að Saga ætlar að ná fótfestu þarna og þá að hrinda tilbaka þessum hryðjuverkamönnum en það hratt play hérna hjá Dusty. Þeir eru mættir upp miðjuna, Þorsteinn finnur ATHT. Já, góða fasting þarna og ná allan að halda, þetta ekki Turbo? Turbo, já, ná að halda Turbo örlítið. Turbo með í salnum, risa sjátátt á Turbo Drake. En þeir eru lesinni núna, manni færri reyndar leikmæðurinn sem hefur ekki verið að gera marga hluti í þessum hálfleik hingað til sem fallinn en þetta opnar á slekk og nákvæmlega þetta. Þorsteinn kominn í Faro. Þorsteinn algjörlega kemur með óvurum, finnur á auðvelt fragg þarna. Edison líka með Dom og það 2 á 5 hérna. Viktor svingar í gegn smókin en hann finnur ekki neitt, hann fellur og það bara Vissard, leikmaður sem búinn að spila hvað best fyrir Sögu í þessum hálfleik, 1 á 5. Þetta þurfti teljast risavaxið verkefni, hann nær því ekki, það vargur sem lokar þessum hálfleik. Ótrúlega þægilegur hálfleikur hjá þeim. Dusty 8, Saga 4. Það pistol, það þetta anti-ego, það 3. rándið og síðan náður einu gunrándið annað. En
munurinn var það lítill að eitt frak hér, eitt frak þar og þeir eru strax konur í 7. Ég meina það eru 2 lotur sem að vinnast þarna á einum fight sem að eða sko, já allavega svona tryggir lotuna. Já. Sem að hefði hæglega geta sveiflast sögu í vil ef að hlutinni fara þannig og ef svo gerist þá erum við bara með jafnan leik 6-6 en já, við minnumst að það að liðin eru í smá rugli þarna uppi. Það er vissulega Dusty sem eru með 8 lótunar en ekki Saga og Dusty eru 7 megin núna. Það er þetta pistol round. Þetta er must win fyrir sögu. Viktor opnar þetta hérna á miðjunni, tekur út varginn. Með keislan, þvílík skot þarna frá Dom. Glæsilegur þarna en æðaðir inn á sætið akkurat núna. Rafle í einhverju vesinu alltaf við Viktor í miðjunni en það er verið að pressa á Þorsteinn. Þorsteinn fallinn. Viktor fær að halda 2 þarna í miðjunni og loksins fellur hann. Hann er að gera allt. Hann hægði svo mikið á þeim. Þeir voru ekki tilbúnir til þess að koma og já, veita, hvað var það? Var það ekki Vargur sem var fellur hann að síðast eina liðsinni. Það eru pistolguðirnir í sögu sem að krækja enn og aftur í það. 2-2 í pistol. Já, 2-2 og já, núna það er aftur checklistinn í seinni hálfleik, Tommy. Já. Vinna pistol, vinna round 2, vinna round 3, þá er comebackið farið að stað. Oft sé ég svona strattbækur og svona drast í prósinunni. Þegar sé bara með checklista á þessum blokkum hjá sér. Bara win pistol, bara á gríns. Win force round, checka bara í það. Þetta er náttúrulega besta sem þú getur sagt við liðið fyrir leik sem þjálfari. Strákar, vinnið bara nóg lótum til að vinna leik. Já. Það er nóg. Já, ég bara, hvernig ætlum við að gera það? Vinnið bara úr því. Já. Við vitum það ekki fyrir að koma inn á server, en það er hérna núna aðeins hægara yfirveðara round sem að koma út úr sögumönnum. Svo sem kemur ekki á óvart hvað Dusty ákvað að gera með efnahaginn sinn, en það eftir að koma þeim vel á óvart hvað er að gerast akkurat núna. Smókur hérna fyrir þristinn og Vargur, hann er komin félagsskap. Já, ætti að vera búin að kasta þetta fyrir liðið, þeir eru allir að Viktor finnur Varginn hann og þá er spurning hvað er að gera með restina af liðinu. Ætla þeir að reyna við þetta retake með verri vopn og manni undir eða verður þetta einfallega bara spar og þeir reyna að halda þessum bussum yfir í næsta round sem að ég er hrifinn af því ef þú ert í þessari stuð. Já, ég er persónulega mjög hrifinn af því að þú veist, þeir eru komin inn á sæti, þeir eru komin bombuna niður, þú ert búin að fjárfesta duglega í þessu rándi. Af hverju að taka sensinn sem að prósentulega meikar ekki sens. Fyrirburðin er í ruglinu og tapar. Átt gríðarlega góðan sens á næsta rándi, bara eiginlega jafn góðan sens á næsta rándi og hafðu í byrjun á þessu rándi. Já, skynsum ákvörðun hjá Dusty sýnir að þeir eru ekki hérna að koma fram við þetta eins og bara eitthvað pökk á face-it. Það er ekkert verið að taka neina sensa og þeir bara já, eru með góða efnahagsstjórnun í sínu liði akkurat núna. Karli kemur væntanlega út frá Þorsteinn F að bara spara þetta og núna með enga fjárfestingu inn í þessa lotu nema kannski eitthvað að stöffi þá eiga þeir góðan sinns í staðinn fyrir það að kasta skurðið á glæ í lotinu síðan. Þurfa að taka góðar ákvörðunni hérna mögulega að stakka annarkvort sætið. Mólarið sem þeirna Senda Rafle stöðu. Það leitar í gegnum smókin. Ágætlega góð fasteign sem þeir eiga hérna strax í byrjun Saga. Og risastórt! Gegnum smókin, ekkert mál. Rafle lár í þokkabót. Búinn að taka hann í gegnum smókin nú þegar en kláraði verkefni þarna. Vissart algjörlega á eldi í þessum leik, Tommy. Hann er með 17 fellur hérna. Hann er einstaklingsframtækið sem að Saga þarf í þessu með 4 í þessari lotu. Vissart er einn upp á sviðinu akkurat núna, 19 fellur. Þetta er ótrúlegt, Tommy. Verður að fá okkur með sér í þetta. Þetta er liðsleikur en akkurat núna þá er Panda spottar þarna einn út en Viktor. Það er smá vesen þarna og þarna er byrjunin til þessa vængi sem við tölum alltaf um. 8-7. Við erum einni lotu frá því að það sé bara jafntefli eftir öll þessi ránd, Tommy.
fram og tilbaka sem þessi leikur búin að vera, að virtist vera að Dusty væri aðeins að sigla með hraðara skipi hérna undir lokinu á fyrri hálfleik en já, Saga svo sannarlega að svara fyrir sig hérna á T-hliðinni. Ekki tala hnúta þar. Jú, Já. frá mörgum hnútum Já. á margra faðmadýft. Já, fyrsta gunnáttið byrjar akkur núna og Þorsteinn, hann að draga spara hraðan hér og opnar þetta á ATHT eiga afleitan leik akkurat núna og þarf að pikka þetta örlítið upp. ATHT svona svolítið sko húksi akkurat núna, hann þarf bara að kalla, hann þarf ekki að bragga. Vissar, hvað í gangi hér? Smoke Criminal, Vissar! Guðana bænum ekki fel ykkur fyrir aftan Smoke í kringum þennan gæja en Vargur kemur þarna og tappar þetta litið til Vissar, hann skiptir í AK og það betra kemst ekki burtu, tímasetningin frábær hjá Varg þarna. Það bara einn afbrótamaður hérna og það Vargur. Smoke Criminal, það ekki engin smokur þarna. Nei, það var engin smókur, það var bara frábærlega tímasett. Það var svona looper situation sko. Já. Tímaflakk, þetta var, það eins og hann hafi Viktor bara einhvern veginn getað vitað þetta. bara einum minni tilbaka. Hefði þurft eitt annar rándarna til að gera þetta aðeins þægilega upp á efnahægina að gera. En allt kemur fyrir ekki 9-7. Dusty koma strax tilbaka í fyrsta gunnátti og komu strax með tempóið. Hentu því í fésið að þeim. Já, og það kemur ekki á óvart af því að sko, Dusty lið sem vill láta hlutina gerast. Þeir vilja stjórna því sem í gangi. Þeir eru ekki liðið sem að mun sitja aftarlega inn á sætunum og bíða eftir. Þannig að ég býst við að við sjáum allavega einhver svona play í öllum landum. Grenan góð þarna hjá Raflið. Þessi þarf að fara að skjóta sig í gang og það strax. Já, við erum búin að tala mikið þetta einstaklingsframtak. Það Vissar alla leið í þessum leik. Dom og honum innan handar með 9 fellur. En Vissar með 20 fellur, Tommy. ATHT ekki ennþá farin í gang. En ef hann byrjar þetta í gang, þá gætu Dusty verið í smá vesenni hér. Gæti verið. En hérna kemur flassið út í LOB-spottum fyrir fyrsta leikmanninn og bakkar í kjölfarið á því. En það spurning, hvert ákvörðunartakan akkurat núna koma sér í góðar stöður. Þorsteinn það fyrsta, Clever með ekki ennum smókin, Rafle svarar en ATHT heldur áfram að raða inn fröggum hér, komið 2, 3 og heldur niður bombunni, það postplantið 1 á móti 2 og með kittið til að geta diffusað. En já, ATHT það 4K hann hrynur í gang, Tommy, akkurat þegar liðið þarf hann að halda. ATHT með 4 fellur, hann skoði 400% af fellunum sínum í þessu rándi, Tommy. Já, bara starffræðin lígur ekki. Þetta ótrúlegt. Hann strax svona betri. Hann strax svona betri og hann virðist vera komin í gang og þetta gæti stafað ákveðin vandræði fyrir Dusty. Við sjáum það þeir eru einungis búin að krækja sér í 1 ránd, eina lotu hérna í seinni hálfleik og akkurat núna með svona ránd að þá ég segi að skrifningin væri söguminn. Nákvæmlega skjótt skipast vindar og allt það. Það er bara nákvæmlega þannig. En það er þessi checklisti, þessi allræmdi. Þrátt fyrir að náir þessu eina rándi, þú er að fylgja því með þessu númer 2 til að brjóta efnahægin rækilega. Já, Dusty náttúrulega ennþá í forystu og þurfa á því að halda núna að geta varið hana. Það væri náttúrulega mjög stórt fyrir það að þið ná þessari lotu, myndi setja sögu í erfiða stöðu en til þess það mikið að gerast og þetta sem ekki að finna hausinn þarna. Clever að leita líka. Sjá þarna leikmann bakka inn í lobbyið sem að gefur ákveðið svona ákveðnar upplýsingar. Þá mögulega að rítekaða lobbyið eða eitthvað álíka. Vissar, hann sér hvort hann getur dreigið eitthvað upp úr hattinum hérna á miðjunni en það Vargur sem finnur Dom. Svingar finnur líka takkið á ATHT. Vargur! Hvað í gangi? Og Þorsteinn F í bakið og 3-2 allt í einu raunveruleikinn sem að Saga finnur sig í á móti þessu hálfkaupi frá Dusty. Rafleina að halda lífið þarna í hefinu og
Nær að bakka og þá ná þeir að gera þetta saman. Eða hvað hoppar í gegnum smókinn? Rafle, þvílíkt play! Hvað í gangi hér? Risa stórt play þarna, Vargur gerir allt í miðjunni og stillir þessu upp. Rafle með hoppið gegnum smókið á hárréttum tíma og Þorsteinn F sópar þessu saman. Það 10. lotan fyrir Dusty og þeir færa sig einu skrefi nær því að vinna mappikið sitt í úrslitunum hérna á Reykjavík International Games. Verða þetta stórt spurningamerki við plantstæðin akkurat þarna. Bara planta aftan á sætinu, hinn leikmaðurinn gat ekki hjálpa honum eiginlega ef að þetta myndi gerast eða þeir myndi sækja úr þristinum og fella hinn. Þannig að þetta var hefði átt að planta örlítið meira fyrir aftan og Planta fyrir Ameng. Já. Sammála því, en einn af þessum hlutum sem kannski bara stressið fyrir að hafa áhrif á. Vissulega. Og svo held ég líka bara, þetta góð áminning. Smókar ekki veggir. Það nokkuð þannig. Það bara til í Valorant. Já, maður vill stundum koma fram við smókana eins og veggi og halda að eitthvað sé bara lokað af því að það smókunar. En já, þegar þú ert með kjarkinn sem að Rafle var með þarna, hoppar í gegnum smókin inn í 2 með uspu og finnur frakkið, að það er bara lítið sem er hægt að gera við því. Já, það kjarkur. Það kjarkur. Rafle allan að gerði vel í senast að nótið spurning hvað hann getur gert í þessu hér. Eins og þú talaðir það jaft frakkað hérna yfir Dusty Main. Aðeins meira discrepancy hérna sögumegin, en klúrar þetta fyrsta skotinu. Það kastar frá sér smoke, en skotin eru bara ekki hitta með þess að Mac 10 hjá Wizard og hann fellur. Svona einangrað samt í Heaven og glæsilegt frífæri hérna hjá Clever. Bomba fyrir niður, 4 á 4 hérna íteki, 3 á 4. Þorsteinn F komin í baki, finnur ATHT þarna og það 3 á 3. Við sjáum, rítekið byrja að koma hérna inn og tímasetningi þarna ekki alveg nógu góð. Þorsteinn F með 1, Vargur með annan og Edison með 3. Þeir skipta þessu bróðuna á milli sín og Dusty tryggja sér lotu 11 hér, 2 í burtu frá sigrinum í þessu fyrsta mappi í seríunni. ATHT lætur góma sig þarna hoppandi upp á borðið og fellur leið. Þurfti að halda þarna að lobbyinu eða Heaven og var erfitt leið og allt fjall sjálft sig. Ég vil benda á eitt, Tommy. Það vissulega svona þokkalega jafnt fraggað á Dusty-liðinu 10, 11, 12, 13 en það einn leikmaður sem í sérflokki og hann búinn að komast í þessa stöðu án þess einhvern veginn að hafa of hátt það Þorsteinn F sem að situr á 20 fellum, jafn Wizard en við erum ekki búin að sjá hann eiga öll þessi play. Hann bara búinn að vera konsistant að fragga allan leikin. Nákvæmlega rétt svo einn af þessu leikmennum sem að fer kannski ekki endilega rosalega hátt í þessum stóru leikjum en skilar alltaf ótrúlegum fellum en náttúrulega einn af bestu leikmennum. Vargur, hann spilar þetta svo vel, leyfið þeim ekki að komast tilbaka en hann fellur hérna, Dom finnur fullkominn haust þarna. Það eru þá 2 leikmenn fallnir sögumegin, 3 á 3, það staðan akkurat núna, Edison, Pandas, Rafle á móti ATHT, Wizard og Dom. Verið að róta þetta vörðinni hérna, sóknin þarf að fara að taka einhverja ákvarðanir en nægu tími á klukkunni samt Óli. Þetta góð ákvörðun. Eitt sem ég fór að spá í núna köstum við líka á mismunandi tempói. Já. Stundum köstum við hratt, stundum köstum við annað. Ætli sko tempóið okkar og stemmingin okkar hafi áhrif á spila. Svo líklegri til þess að vera svona ofpeppast inn í eitthvað ef við erum í einhverju jammi. Gæti verið, en Rafle allan að ofpeppast hérna og fellur leið. Þá þurfa að komast inn á A-sætið. Þar Pandas í Heaven. Hann fær hann að mólan á sig, en ATHT nær ekki að gera meira úr þessu. Og Pandas tryggir 11. rándið. 12. rándið. Dusty 12, Saga 8, 4 ránd, 4 lotur sem að skilja þessi lið að akkurat núna. Og Dusty þurfa bara 1 lotu í viðbót til þess að loka fyrsta mappinu í þessari seríu og komast einu skrefi nær sigri, nær Bretlandi, nær Epiclan. Stórt ránd, Tommy. Bankabókin alveg tæmd sögumegin og það virðist meira aftur bara svona eitthvað þægilegt, eitthvað þægindi í díföldinu og það fóru einhverjir á yfirdrátt fyrir þetta kaup held ég. Já. Það var öllu tjaldað til.
leikur fyrir BLB akkur núna. Kemur ekki á óvart að við séum að sjá hægt ránd hérna úr Já. sögu. Mér finnst að vera svo svona, það þarf mjög mikið kjark til að kalla eitthvað hratt í þessum aðstæðum. Og þannig að ég ánægður að sjá þá bara taka því aðeins rólega hérna. Man ekki hvernig ég sá þessa stöðu frá leikmanni senast sem við sjáum hér. Hann klírar þetta ekki. Þeir eru 2. Nei, og Þorsteinn F. missir hann af Dom. Viktor vissi ekkert hvað hann á sig stóð veðrið en Eddersen finnur seinni en það Vargurinn í frábæri stöðu þarna og hann lokar þessu og Rafle með ATHT tryggir Dusty í sigurinn í fyrsta mappbygginu sínu hér í úrslitunum á Reykjavík International Games 2025. 1-0 yfir og það er Núk sem er næsta dagskrá en við ætlum að kíkja í auglýsingapakka núna og komum síðan inn í næsta mapp eftir smá stund. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt.
Velkomin aftur, úrslitin í fullum gangi en Dusty taka sitt map pick en já, eins og við vorum að tala í pásunni, þetta hefði getað farið bara allt öðruvísi á mjög skömmum tíma. Já, 2 lotur þarna sem að falla bara af einum fight í rauninni, eða allavega þú veist, taka sögu út úr sjensinum á að vinna lotunni á þessum eina fight. Ef að þær fara sögumegin, þá erum við allt í einu komin í 11-10 stöðu. Þannig að þessi leikur, kannski þáttur að maður að horfa á hann og hugsa í 13-8, þetta var svolítið svona dominant leikur hérna hjá Dusty, að þá var hann samtalið svona, þú veist, meira close en maður kannski gerði ráð fyrir. Mjög náttúrulega leiðinlegt kannski fyrir sögu að ADHD var ekki alveg mættur inn á server framan af. Sáum að taka þarna eitt frábært round 4K og loka því eins og við vitum að einstaklingar í liðinu hjá sögu geta gert. Vissar þarna frábær framan af að halda þeim inn í leiknum, en það vantaði bara þetta örlítið meira sögumegin í þessum leik. Það vantaði bara, ef ADHD hefði verið on á vappanum frá fyrsta skipti sem hann fékk hann í hendurnar, þá held ég að ég bara góðan sér að vinna þennan leik. Tvímælalaust þannig og eitt sem að myndist náttúrulega á svona þegar leikurinn var að líða undir lok, Þorsteinn F 20 frögg svona einhvern veginn out of nowhere, hann var bara að taka frag hér, frag þar, frag allstar og allt í einu komin bara á toppinn á skórbotninni á serverunum einhvern veginn. Þetta ekki bara gæðin sem við sjáum frá leikmanni eins og Þorsteinn F? Ég held að það sé bara nákvæmlega það. Hann var einhvern veginn, skilur þú veist, þetta var, sko ef við hugsaum þetta út frá Dusty-liðinni, 2 hlutir. Númer 1, Dusty setti Þorsteinn F aldrei í stöðu þannig að hann þurfti að ná 3K eða betra til þess að loka rándi. Þannig að kannski þess vegna sem við erum ekki að sjá hann sko standa eins mikið upp úr og við sjáum hjá þessum leikmönnum sögumegin. Það var alveg ránd eftir ránd þar sem að vissi að það var bara einn á A-sætinu að halda þeim þar eða komin yfir á B-sætið að gera einhverja skandala þar og hann þurfti svolítið að stíga upp. Þorsteinn F var aldrei settur í þessa stöðu. Það sem hann gerði aftur á móti var það að hann var alltaf með í öllum playum og hann lét aldrei sitt eftir liggja. Sáum 2 frögg hér, 1 fragg þar, 2 frögg þarna, rosalega mikið svolítið að sópa upp lotunum, klára þeir fyrir Dusty og gera það vel. Og það akkurat, held ég, klassin í liðinu sem við erum að sjá þar og skipuleg hlutverk og skilningur innan liðsins. Eftir að við erum komin inn þá þetta mitt hlutverk og það Þorsteinn F sem að fara hérna að vera sko örvar oddurinn í að hreinsa upp playið okkar þegar við höfum náð að komast inn á sæt. Já, sammála því og líka annar leikmann sem að við töluðum fyrir leikinn, Edison, svona one of the old guard í þessu Dusty line-upi og kemur hann inn. Ég var persónulega mjög hrifinn af entry tilraunum hans og bara var þéttur í þessum leik og þeir þurfa það í mappi einmitt eins og Anubis, Ancient og síðan Nuke núna næst. Já, algjörlega. Edison einn af þessu leikmönnum sem að ég meina, mér finnst bara líka vera svona consistently góður, skilur við. Ég man alltaf eftir því þegar við vorum að byrja sko, að byggja Rísi og CS-ina og ég spurði hver besti spilarinn, þá var Edison sá sem var nefndur hvað oftast þá. Og það náttúrulega mikið asset að vera með þannig leikmann í liðinu í þessum stöðum. Ef hann allt í einu fyrir að brotna og Dusty eru ekki með hann til þess að fara að opna þessa lotu fyrir sig og hérna, taka virkan þátt í þessum playum, þá gæti það verið erfitt, en þeir eru með svo marga sem geta stíð upp og það kannski svona, fyrir mér þá þetta svolítið, sko, ef að Saga á að vinna þá þurfa allavega 2 ef ekki 3 leikmönnum að vera on á sama tíma. Dusty einhvern veginn alltaf, sko, þeir eru alltaf á þessu leveli, þeir geta vissulega farið upp á þetta level líka, en þeir eru með alla sem að geta hérna hreyft sig upp og niður á þessum skala og gett leikinn erfiðan. Talandi leikmenn sem að einmitt stígu upp og á svona lykil tímum, Vargur, Dusty Vargur, hann var inn á serverunum, reynda búin að svona rýbranda sig sem krakken, ég ekki allt úr hrifin að þetta, svo iconic Nick Vargur, en bara þéttur, bara solid, hann var að spila þessa miðju, hann var að defaulta B, svo sem ekkert eitthvað skemmtilegustu stöður í heim, en gerði það bara upp á 10,5. Gerði það upp á 10,5, hann var í erfiðum stöðum, hann spilaði mikið off-angles, hann var að hitta frábærar tímasetningar, það gerist þarna 2-3 í miðjunni að hann svingar bara akkurat á hárréttum tíma og það það sem við vorum að tala þegar við lýstum fyrsta leiknum í þessu móti hjá Dusty með Varg í line-upinu, þá var ég að lýsa því að hérna, bara við vinahópurinn skildum aldrei af hverju hann væri svona miklu betur heldur en við, því að það virðist eins og hann sé að gera sömu hluti og þú sagðir, herri, hann kann tímasetningar og það sýndi sig í þessum leik, hann kann tímasetningar.
hann algjörlega áttæmaði sögu þarna þrisvarsinnum í miðjunni og það lokaði á árásargirni hjá þeim. Vissulega var það held í 2 skipti á spari hjá sögu, þannig að það rántaði líklegast fallið Dusty megin líka, en bara vita það að þú sért með leikmann sem getur tekið svona tímasetningaplay, gerir mjög mikið fyrir þig þegar þú ert in-game lítir eins og Þorsteinn F. Það þýðir það að þú getur verið bara eitthvað, ok, hann getur fengið infoið, hann getur tímasett swingið, hann getur fengið allan 1, mögulega 2, jafnvel fleiri og það léttir á bara andlega álæginu ef þú þarft alltaf bara ekkert að spá í miðunni. Það er nákvæmlega þannig og þegar við förum, eitt sem ég langaði að spyrja, ég ætla að halda í hefðirnar sko. Já. Hver er MVP-in í Anubis? Sko, ég ætla að bregða aðeins út af vananum. Já. Og ég ætla að gefa það leikmanni í tapliðinu. Ok. Og ég ætla að setja Wizard sem MVP af því bara áhrifin sem hann hafði á leikin. Já. Skilur við. Mér fannst það að vera engin spilari í þessum leik sem hafði jafn mikil áhrif á leikin og Wizard. Og ef hann ekki þarna, það eru nokkur ránda sem hann bara skilinn eftir á einhverju eyju til þess að díla við 2 leikmenn sem að reyna að lörka út A og reyna að finna einhver picks. Hann var trekk í trekk, finna fólki gegnum smoke, hann var að ná að halda A-sætinu algjörlega fullkomlega. Hann rótitaði sig yfir á B, tók á móti fólki þar. Á T-hliðinni, hann var að finna opnanir í gegnum smókana á miðjunni, tók 2K eða 3K á miðjunni minni mig, þannig að ef ég ætla að horfa á bara impact sem að einhver hafði á leikinn, þá fannst mér ekkert vera starra heldur en hjá Wizard og hann fær MVP-in minn hérna í fyrsta mappi í þessari seríu. Já, bara flott shoutout, ég meina MVP í fyrsta mappi er Wizard að cosplaya Tom Hanks í Castaway. Já, A-leitn á eyði, talandi við bolta. Já, þetta er allt eitthvað sem að Wizard myndi gera. Hann er með Wilson með sér á borðinu. Já. Wilson! Fun fact, það er sami bolti og leikur Wilson í Castaway og leik hérna blakboltan í hérna Top Gun. Ok. Ég var líka bara, hvað blakmyndir ert þú búin að horfa á? Ég var strax farin í eitthvað svona, þú veist, Airbud og eitthvað svona dót, sko. Þú veist, já, Top Gun. Ok. Það er risastórt. Já, geggja, flott að gefa strandboltanum tækifæri sín. Já, fyrsti boltinn sem getur verið tilnefndur til Óskarsverðlauna. Getur verið. Það væri náttúrulega geggjað. Vel, ok, við skulum hætta þessu helvítis kjaftaði og snúa að Nuke. Við erum að fara í Nuke sem er map-pickið hjá sögu. Það er ekki mikið að velja í rauninni. Það kom strax þarna bannið á minni mig Dust 2 í byrjun. Vildu ekki fá þetta randomness sem að Dust 2 er og náttúrulega sjálfsögðu ef einhver af þessum leikmönnum í sögu nær að skjóta sig í gangi í Dust 2 þá er bara það geti verið tapað leikur í rauninni, þetta er bara map sem býður på það. Nuke miklu meira svona þægilega og út aftur komið með hennar leikmann sem að rýna rosalega mikið í senasta segmenti, Vargur á rampinum. Ég býst sterklega við því að hann verði þar og bara þægilegur. Hefur alltaf verið svona einn af þessum rampspilurinn sem er einmitt mjög svona sophisticated að finna leiðir til að komast inn í radio og vera ógeðislega leiðilegur. Það er nefnilega sem hann gerir best, að vera ógeðslega leiðilegur á rampinum og hérna það verður áhugavert að sjá hvernig hann tekst á við þetta verkefni núna í komandi leik og hann getur verið svo leiðilegur á það sem hann gerir svo vel að finna akkurat þessar tímasetningar til þess að fara og finna infóið inn í radio, tímasetningar til þess að fara í lobbyið, tímasetningarnar á rotatunum og ég held að það gæti alveg verið erfitt, þú veist, að brjóta hann þarna á rampinum en Saga getur ekkert bara sagt, við erum ekki að fara á rampin, þannig að þeir þurfa að vera með gott take og helst að vera búin að analýsa aðeins hvernig Varginum finnst gott að spila rampin og reyna þá að tímasetja tímasetningarnar hans frekar heldur en að spila sínar tímasetningar ef þeir ætla að fara á rampin. Annað sem að væri áhugavert að minnast á í rauninni er Rafle átti svona frekar hæglátan Anubis-leik kom í rauninni ekkert rosalega mikið til hans og var bara þarna og náði einhverjum vappaskotum og ég held að hann hafi endað með einhver 13 frökk eða eitthvað svoleiðis, bara fínn leikur. Gæti verið samt sjensinn hans hérna CT main, þar sem ég býst við að þeir byrja CT, þar sem heitir map-picki á sögu, að skjóta sig þess í gang og fá að spila þetta rotate hlutverk með vappanum og vera heaven, koma og hjálpa á rampinum, fara jafnvel í þú veist, secret eða eitthvað álíka. Þetta er klálega eitthvað sem að þeir geta nýtt sér allan til að skjóta hann í gang.
100% og hérna Rafle kannski ekkert frábær leikur en hann skilaði sínu. Átti þarna nokkur alveg ruggluð skot, góð flicks, þannig að hann var heitur á eiminu og ég held að hann geti fengið miklu fleiri tækifæri á vappanum í Núk og mér finnst bara það væri frábært fyrir Dusty að leyfa honum það. Það er leikur sem ég horfði einhvern veginn á með Navi þegar Simple var í Navi á vappanum sem hann spilaði Núk og hann gerði nákvæmlega sem hann varst að segja. Þú veist, hann var úti eitt rándið, hann var squeaky næsta ránd, hann var ramp næsta ránd, hann var ofan í ventinu, þú veist, að no-scopa fólk rándið eftir það, hann var secret eftir það, hann var að halda niðri, þú veist, það skipti engu máli hvert þú ætlar að fara á mappið, þú veist, alltaf að fara að missa einn á móti Simple. Og þarna var tíminn þar sem hann var bara talinn vera besti CS-spilari bara í heiminum og það var af því að hann gerði þetta svo vel. Þannig að mikill styrkleiki fyrir Dusty ef þeir koma Rafli í þessar stöður og gefa hann þessa sensa og ef hann að hitta þessum skotum. Sama er hægt að segja ADHD sögumegin. Ef hann dettur í gang á vappanum og fyrir að gera þeim erfitt fyrir, þá gætu alveg séð 1, 2, 3, jafnvel fleiri round sem fara svolítið eins og þetta 4K þegar hann fór loksins að hitta. Það bara galdurinn við hann að vappa. Þú hefur svo lítinn tíma til þess að vinna fightinn og hann þarf bara að klikka á þig einu sinni. Og það bara mjög snöggt allt í einu, við mistum 1, mistum annan, mistum 3, rándið búið. Við erum svona tilbúin að kíkja inn í Cedar Creek kjarninguveri eftir örskama stund og þá kíkjum við í flægurinn og sjáum hvað við að díla við og ég gæti ekki verið spenntari fyrir þessu. Eru Saga að fara að koma tilbaka eða er þetta að fara 2-0 og Dusty fara rakleiðis til Bretland sem komið á því? Já, við erum komin að flæðir gegnum vappin. Annars sem við þurfum að minnast örlítið á það er Viktor í senastu seríu í Núk nær perfekt leikmaður fyrir Richard til að hjálpa þeim að hann sigra hann leik. Það var náttúrulega óstöðvandi á móti Vega einmitt í Núk. Það var eiginlega bara óstöðvandi punktur. Bara algjörlega ruglaður og það sem að, björtu punktarnir hérna fyrir sögu er það að þeir stóðu sig frábærlega hérna í undanúrslitunum að taka á móti bara alls konar tegundum af executes, alls konar tegundum af ströfnum frá T-hliðinni. Við máli þetta hafi verið hægt inni, hratt inni, hægt úti. Viktor var að slökka á því og við förum hérna inn í lotu númer 1. Það er leikur númer 2, má ég heyra í salnum. Látið þið heyra alla leið heim í stofu, það er geggjuð stemming. Geta Dusty lokað þessu hér eða munu Saga setja okkur í kort númer 3 hérna. Það er spurningin, Vargur opnar þetta strax á sterkan hátt en Viktor svarar. Pandas komin í backupið. Allt backupið í heiminum, grensan er geggjuð. En þeir þurfa að finna fröggin hér. Þorsteinn nær hauskoti og þeir treyta sögur rampinum með nokkurum fröggum, eiga með þess að dægilegt setup til að taka móti nákvæmlega þessu og þeir komast upp það núna. Rafle með fyrsta og Clever einn eftir. Það er Edison sem klárar þetta og pistolið fer til Dusty. Þetta er fyrsta pistolið í seríunni. Fyrsta pistolið í seríunni sem fer til Dusty og það er, við getum sagt, mikilvægasta pistolið hingað til. Færið á einni lotu nær Bretlandi, einni lotu nær Epic LAN. Áhugavert samt að Saga að sjálfsögðu vann bæði pistolinn, konvertaði í þokkabót, gerði þetta erfitt fyrir Dusty en strax termein í Núk. Þetta er alveg leiðinlegt að koma sér inn í tísæti á móti jafn góðu liði og Dusty er. Þannig að þetta hefði verið frábær byrjun fyrir það en strax á bakfætinum, strax í byrjun map nr. 2 upp við vegginn, Mudge.
Já, Vargur gerir vel þarna, hann finnur einn leikmann, tefur þá nóg, þannig að Pandas kemst í backupið, Pandas gerir nóg, þannig að Þorsteinn kemst í backupið og þeir spila vel af hvort öðrum þarna. Þorsteinn, gerir þetta vel, ekkert að taka neina óþarfa áhættur að sýna sig að tilgangslausu. Finnur hann Viktor úti, strax kominn einum manni yfir, Þorsteinn samt takkaður. Takkaður ágætlega og ég ekkert svakalega ánægð með þetta. Raflega hins vegar kemur í hjálpina þetta. Vissart fallinn og þetta geti verið dýrkeypt. Já, það skemmtilegt hvernig þeir spila þetta, gefa þeim ekki séns á að endurtaka fætin við Þorsteinn í bílskúr, heldur íta Eddersen í angul og hann getur tekið á móti þessu. Vargur finnur Dom þarna og Eddersen lokar þessari lotu 2-0 Dusty í vil. Smá bros og Eddersen eitthvað skemmtilega fæt á Rauðagám en núna alvara, núna verða Saga að fara að svara því fyrr því betra því að þeir eru pikka núkmappi en þeir verða að ná einhverjum rándum hér til að gera þetta auðvitað fyrir þessi sítimegin. Ég vil segja að þeir þurfa allavega 4 helst 5 tímegin. Það var lágmark að ná góðum dansi hér en þeir eru strax Smokar, Vissart, sleppur niður, heyra í honum í mollanum. Hvernig ætlar að bregðast við? Skemmtilegt þarna hjá Pandas. Sjá hvernig það spilast út af því. Skemmtilegt setup hérna. En Vissart. Nákvæmlega hvað þeir vilja gera hér. Vissart búinn að opna hurðina niðri, single, láta vita af sér. Þá kemur flassið, rampinn. Það Eddersen í bústinu, hann fyrir fyrsta, Dom fallir, finnur hann meira, nei, Clever svarar. Það 4 á 4, Vissart hérna niðri í single, lætur í sér heyra. Allir nær Vissart, þetta skeggjað. Risa stórt þarna að Vargur ná að fella einn. Íta af róttir niður núna. Og Rafle nær ekki fraggi. Komið 2 í þessu rándi og Clever þá 1 eftir. Spottaði 1 leikmann en grunar hann þetta, já, gerir þetta örlítið dýrar þarna fyrir sítjana. Vel lesið þarna hjá Clever. Ekki mikill tími eftir á klukkunni. Spottar leikmannin á Silo og aftur tekur sinn tíma í aðgerðir. Droppi kemur þarna og þá plantið, hann heyrir single opnast en það tíminn sem skiptir öllu máli hérna. Það Þorsteinn F á móti Clever á B-sættinu og Clever risastór 1 á 3 tryggir sögu fyrstu lótina síðan hér í korti nr. 2. Þetta nákvæmlega það sem Clever gerir svo vel. Gáði honum allan tíman í heiminum til að aðtana sig þarna og fyrir áhorfendur tóku þetta því, það var ekki svipriði á drenginum. Hún fannst ekkert gaman. Been there, done that. Stælar hérna á Clever. 1 á 3, lár í þokkabót og finnir þá alla og tryggir sögu fyrstu lótuna á rosalega mikilvægum tímapunkti, Tommy. Ef þeir tapa þessari lótu þá hálfleikurinn í hafinu hjá þeim. Algjörlega og gera vel hérna til að svara strax en þessi default smóka ykkur enn og aftur. Þorsteinn F í gegn! Finnur engan samt sem áður og þá kemur stöffið í double. Dom kominn fremst. Vargur fastur, nær að komast inn í vettið. Flassið, það nú ekkert upp á 10,5 en það nóg fyrir 2 tímasetningin! Clever nær einum tilbaka en það nóg? Íta upp á hár hvað Clever akkurat núna á. Ekki hann við marga mikið HP. Tommy, það var 1 sekúnda sem að Vargur getur kíkt þarna þar sem þeir eru óvart báðir að horfa niður í áttina single og hann kíkir akkurat á þeirri sekundu. Já, þetta það var glata flass og 2 geggjufrögg. Skilja frábært, Clever núna komin í, við segja aðeins of kunnulega stöðu
vilt ekki vera búin að lenda tvisvarsinnum í því að vera 1 á móti 3 og eina von liðsins þegar eru bara 3 lotur búnar og þú ert að spila það á 4. Þetta erfiðari staða í þokkabót. Engar upplýsingar. Það ekki tápi á honum og þeir gáðum engan sjens, gáðum allt mikinn sjens í seinasta rándi og endurtaka ekki leikinn. Nei, og það hefur örugglega verið bara einfallega kallað innan liðsins hjá Dusty. Hei, við ætlum ekki að lenda í því að tapa 3-1 annað rándið í röð og það verður að teljast ákveðið áhyggefni ef að Saga þarf að reiða sig á svílík klöts eins og við sáum frá Clever í síðasta rándi eða þar síðasta rándi til þess að vinna þennan leik og vonandi fáum við að sjá í næsta kauprándi hvernig þetta gengur fyrir og hvort þið geti ekki verið að taka lotur trekk í trekk hérna. Alltaf að örlítið fjárfest hér sem spottar í fyrsta leikmanninn en ekki hitt skotunum hérna, sjáum hvar hann var staðsettur bara einhvern veginn in the middle of nowhere en vörðin heldur. Dusty eiga, sko, mér finnst Dusty hafa tilhneigingu á því að kíkja út main og mér finnst þeir ekki oft spila mann CT þannig að ekki galinn staðsetningarna fyrir Wizard að leita að einhverjum barda en við sjáum núna að það Clever, hann 6 fellur, restina liðinu með 2 samanlagt. Já, klötsið heldur betur taldi þarna, Clever spreyjar þarna niður af Þorstein F með senastu kúlunum í leikinu og Vargur, já, það autosjokk 2, annars veistu aumingi, það á ekki við Varg þarna. Nei, Þorstein F og Vargur skipta þessari lót á milli sín, 3 fellur á Þorstein og 2 á Varginn og það akkurat eitthvað svona ránd þar sem Þorstein tikkar inn öllum þessum fellum. Já. Þú veist, þú tókst eiginlega ekki eftir því, þetta var ekki eitthvað svona spraydown, heldur hann bara fann 3 í þessari lótu. Þú veit sérst að segja að Þorstein F sé Eco Cobra. Hann elskar Eco. Bara, hver elskar ekki að spila á móti Eco? Ég bara dýrka það. Það bara... Það er yfirleitt nær bara einum, sko, en það er hann mál. Þá sjáum við lótu númer 6 fara hérna í gang. Annar gunround hjá Sögu. Og eða að hérna, XM ennþá í play. Það er bara að róta henni í kring, sko. Óleikinn er góður. Spurning, ekki að lýsa þetta. Vargurinn reynir að vera erfiður þarna en Dom svarar því. Þá kemur smókin hérna frá Rafle. Hann til staðar til að taka á móti þeim. Þeir hrúa sér í gegnum reikinn en Rafle gerir þvílíkt vel. Lætur Sögu finna fyrir sér þarna. 3-3 akkurat núna og búið að taka rótitinn. Það klírar ekki Dark! Það að fætta bombuna og það lái leikmannin sem liggur í valnum hérna. Smókur fyrir double, smókur fyrir single og bomban fer niður. 2 á 2 í þessu retake. Fyrsta flassið kemur frá Dusty-mönnum, reyna að komast inn á sæti, Clever finnur Pandas og þá er það allt á Edison, 1 á 2, Viktor og Clever til að taka á mótunum. Hvað getur hann gert í þessari stöðu? Bomban heldur áfram að tikka niður, tíminn verður styttri og styttri, þessi grena gerir allt, fellir hann mjög lágt niður og núna þá er Edison að ákveða á hann séns í þetta eða þarf hann einfaldlega að láta sig hverfa. Hann kíkir en það Clever sem leikur á allsótti í liði Sögu akkurat núna sem lokar þessari lótu. Dusty 4, Saga 2. Gekki að spila þetta saman uppi og niðri og taka fætana líka saman. Skipti bara höfumáli að gera þessa hluti. Grensaði líka geggjuð á Edison þarna. En ég held að það sem hafi farið í gennum hausinn á Edison þarna þegar að tími var að tikka niður. Ég ætla bara að láta það falla til bombunni. Já, ég held að það hafi verið tilgangurinn hans. Hann var að reyna að halda þeim hana til þess að gera þennan efnahagslega skaða. Gekk ekki á endanum og þetta færir Sögu bara aftur inn í leikinn af fullum þunga. Það er 1, Tommy. Já. Við erum ekki ennþá búin að tjekka stöðun á því hvoru liðinu salurinn heldur með. Já, hver er Dusty megin lífur hérna? Það var náttúrulega lítið. Hver er Sögu megin lífur hérna? Miklu meiri líf í Sögu.
Já, mér sýnist Saga eiga hávarari áhorfendur, allavega, eða hávarari aðdáendur. Hægt ránt hérna, bara verið að þreifa fyrir sér út allt. Já, það vil engin drull í degi hérna í þessu rándi. Rafli. Byrjir á ágætisvaki hérna frá Rafli á vappanum og Ramp, hann staurblindur drengurinn. En mikið af aðstoð komið þarna verður að hitta skotinu og Rafli bara takkaðu niður. Þá spurning hvað ætla sögumenn að gera. Jú, kallið förum inn en það Edison! Hann gerir allt þarna uppi, finnur 2 og Rafli kemur og hjálpar og þá það bara ADHD 1 á móti 3 aftur, allt og kunnuleg staða. En hann finnur fyrsta, það Rafli, fær vappa, það risastórt hérna en hann hleypur beint í opið á varginum sem býður með hendur opnar í lobbyinu. Hann nósumaði mann í hausinn. Ég veit ekki hvernig hann fór að því, við sáum það ekki, en það gerðist. Já, stundum þá bara gerast þannig skotum. Sko, framan af bara mjög hægt ránt. Þarna var þetta bara Navi defaultið, bara ekki deyja. Bara lifið eins lengi og mögulegt og við gerum eitthvað eftir mínútumarkið. Okay. Svo kom hittið, þeir eru stoppaðir á rampinum, sniðugt að kalla svingiðinn, en þú getur ekki gert ráð fyrir því að Edison nái þessum tveimur fellum í 4 skotum frá hefinana. Já, hann náttúrulega, hann vélmenni, það gleymist oft sko. Það bara hraðinn sem hann nær þessum 2 fellum í röð lokar á það að þetta play gangi hjá sögu. Ef hann nær bara einum og ef hann sko 2 auka sekundur eða 1 auka sekundur að færa sig á annan, hinn og taka hann út, að þá það nóg til að hann falli, sæti falli og þetta round geti farið sögumi. Algjörlega og það ekki margir sem að ná einhverju háu success rate á miðju catwalkinu þegar að það 1 að koma viðbingu, 1 gula. Þetta bara magnaður einstaklingsspilari sko. Já, bara algjörlega rísag sem framist að þarna hjá Edison, hann heldur þessari lótu allavega inni fyrir Dusty og núna eru leikmenn að fara yfir búnaðinn og þetta akkurat hlutur sem fylgir sviðsreynslunni, Tommy. Það hérna alls konar hlutir sem geta komið upp þegar þú ert að færa sett upp á milli og hérna koma þér fyrir á nýjum stað og það alveg jafn mikilvægt að spilararnir læri að díla við þetta. Já. Og andlegu hliðina sem fylgir þessu. Það rosalega mikil pirringur ef að búnaðurinn að valda því að þú ert að gera mistök og ekki bara búnaðurinn að feila heldur eitthvað stillingaratri. Einmitt. Þannig að geta haldið rósin í gegnum þetta mjög mikilvægt en við erum komin aftur á stað. 5-2 hins vegar fyrir Dusty, Bappi yfir en C-teaminn nú það geta hlutir breyst ansi hratt hér. Sérstaklega ef að skot byrja að hitta frá leikmannunni hérna en Vargur, hann bara hlaupandi í drampinn. Já, fekk loksins leyfi til að vera viðstöðulaus. Og hann grípur það, 100%. Finnst það ekki leiðilegt. Svo sem ekki búin að fá mikið pláss í þessu Dusty liði og ég held að ég sé með hann smá taum þarna en stundum þarf þið bara að hleypa hundinum lausum. Eða varginum lausum. Varginum lausum, það bara þannig, hann stendur sig vel þarna, setur alla pressuna inn í lobby og þetta var snirtilegt ránd hérna hjá Dusty, að vísu ekkert kaup sögumegin, búumst á við kaupi núna og núna fer að duga eða drepast ef þú ert Saga. Já, þurfa að fara að raða inn rándum og það strax. Já, þegar pressan komin sérstaklega í fínu mapp-pikki, að pikka einhver svona mapp sem að jafnvel City favored og núk það getur oft bitið í rassinn sérstaklega og ert ekki on point í þessu fyrsta. Vargurinn, hann aftur, kom með leyfi til að fara með það. En það grensaðan hjá Panda sem að klára hann fljúandi fraggið hjá Varginum og Þorsteinn, hann lokar niðri og allt í einu. Hann kom með allt plássið með hnífinn uppi að horfa á viðbyggingu. Nei, þetta rosalega miklir sénsar teknir í einu rándi. Clever finnur þarna fyrsta, Dom finnur annan en fellur þarna á grenunni og það Clever 1 á 2. Hann vann síðast þegar hann var í 1 á 3 hérna á B-sætinu. Getur hann klárað þessa lotu hérna fyrir sögu 1 á 2.
Það er tími til að vinna með hérna og hér í plantinu. Hún fer niður á Clever. Clever lokar, Double þarna vill heyra ef þeir ákveða að koma þar í gegn, en það er Grena sem sprengir það er allt galopið fyrir þá núna. Spurning hvort það er ná að finna Clever hittir skotunum sínum en Edison straujar út á eftir og lokar þessari lotu fyrir Dusty 7, Saga 2. Sver til Guðs, eitt af þessum skotum sem það var í hausinn á honum fór í reilið, gula reilið. Hann var komið með exitplan, hann ætlaði að fara inn í control og spila síðan tíman á móti leikmannum nr. 2. Hann var með 2 flush og 1 smoke á sem mér minn rétt en sprayið bara tók aðeins og langa tíma inn í þessu one-on-one-ana. Já, gefur Edison tækifæri á að strauja þarna út með MP9-una eftir honum og loka þessu. 7-2, Saga myndu helst vilja fá alla lóturna sem eftir í þessum hálfleik í það minnsta 2 í viðbútt. Já, það er bara nákvæmlega þannig. Þeir eru annars í bölvuðu basli en alltaf útismókar komnir hérna og einhver vopnabúnaður keyptir hérna, einhverja deiglur sem búið að skjóta úr. Þorsteinn hins vegar að ná hérna fröggum strax í byrjun. Þorsteinn F! Við töluðum það að hann væri ekki að hendi ykkur highlights en þarna tekur frábæran bardaga út úr íþróttahúsinu, úr stöðunni Reyn og lokar þessari sókn hjá Sögu. Vargur kominn af rampinum í hjálpina en deiglurnar eru ekki að syngja með Sögu akkurat núna og hérna er Dusty að hlaupa með leikinn. Já, það er vandamálið þegar þú ert á móti liði eins og Dusty, þú mátt ekki gefa þeim neitt rými til þess að takast að því að ef þeir komast á fulla ferð að þá er það eins og að reyna að stoppa lest með því að standa á teimunum. Já, nákvæmlega og tactical timeout tekið hérna af Sögu og það er ekki seinna á enna því að þeir eru í basli, þeir eru ekki að finna neina glufur. Eitt af þessum crucial roundum sem að þeir eru komni með var 1v3 klöts af Clever. Getur alls ekki reikna með því. Nei, og getur alltaf ekki reikna með því oft í leik. Leikmaður eins og Clever er vissulega líklegur til þess að skila svona eins og einu sinni í leik en ekki reikna með því oft í leik. Og það er leikhlé. Sniðug tímasetning til að taka leikhlé, reyna að fara með yfirveðan hausinn í þessar síðustu 2 lótur, þær eru mikilvægar og þrátt fyrir að 8-4 sé ekki drauma staðinn í hálfleik þarna að þá er 8-4 svolítið svona gamla 9-6. Já, ég get alveg fallist á það, sérstaklega CT main tekur pistol, komið með anti-egoið en þarna er þetta að reikna með alveg nokkrum rándum sem eru bara einfallega ekki auðveld að ná í. Nei. Alls ekki og það er enginn að segja að nokkuð af þessari vegferð sem eftir verið auðveld fyrir Sögu. Saga þarf að taka á honum stóra sínum núna ef þeir ætla að eiga séns í þessum leik og þeir þurfa að láta þetta round ganga en þá er Dusty að setja upp vörnina. Þorsteinn F búinn að lauma sér þarna bakvið, hann finnur 1, finnur 2, búinn að algjörlega risastór fyrir liðið sitt þarna en það er Clever sem svarar 3 á 3 hérna. Komin í vörnina, verið að leita að einhverjum glufum sem að Dusty skilji eftir sig með fellinu á Þorsteinn og Pandas. Rafle með smók niðri móast við einhverju svona en smókur hérna fyrir Pandas mólaður af línunni sinni. Þetta er mikilvæg móli að því að Rafli var með línu í gegnum þessa smóka. Engin ákvörðun tekin, tökum við til því. Nei, og ég fíla það. Mér finnst Saga sko hafa committað mjög aggressíft yfir á sæta, svona almennt séð. En það er Vargur sem finnur 1, finnur 2 og þá er það allt í einu. Clever 1 á 3. Við höfum séð þetta tvisvar áður, 50% success rate, en ég efast að það sé að fara að gerast akkurat núna. Vappin heldur línunni, 9. rándið, Rafle krækir í frakkið. Og efnahagurinn er hræðilegur hjá Sögu akkur núna.
hann það og við tölum það að ef þið ná 8-4 þá það eins og 9-6, þegar þú ert komin í 9-3 það eins og gamla 11-4. Já. Það er brekkan sem að 11-4 gefur þér. Já, það bara, þetta hræðileg staða fyrir Saga núna verða að krækja í þetta 3. ránd. Það strax örlítill buffer. Já, það gefur þeim allavega það, ef þeir ná pistol og konverta, þá eru þeir í 9-5. Þá eru bara 4 lótur, en það er hrattplay inni sem er kallað, Þorsteinn F með fyrsta, Pandas með annan og þeir eru fastir inn í gula, en það er ADHD sem kemur út Squeaky og finnur loksins eitthvað, en Þorsteinn F svarar. Þorsteinn bara algjörlega að rústa þeim. Þeir eiga ekki sjans í þennan leikmennu miðunni. Þorsteinn F búinn að vera allt í öllu í liði Dusty hérna í þessum hálfleik. Hann er bæði búinn að eiga hæglát ránd þar sem hann er samt búinn að pikka upp nokkuð kill, en svo er hann líka búinn að eiga stórstjórnir ránd, highlight real performance hérna. Þetta er eiginlega hægt að koma mér á óvart þegar Þorsteinn F gerir þetta. Þetta er eiginlega hægt að gera það, en það er ógeðslega gaman að horfa á það. Það er alltaf gaman að horfa á góða spilara að standa sig vel og já, fyrir seríuna þá myndi ég vilja sjá frábært comeback frá Sögu hérna núna. Vissart á 0-12? Vissart er á 0-12, Tommy. Öflugasti maðurinn í korti nr. 1, það er Clever sem er allt í öllu akkur núna, hann er með 14 fellur. Fyrsta frakkið komið hjá Vissart og annar! Glæsilega gert og hérna er sjálfstöðstu allan að koma og ADHD með hnífinn á varg. Smjörhnífurinn í bakið. Já, það er að færast hiti yfir þetta. Þá eru Dusty með hann að strauja út B-sætin. En þar er ADHD og vargurinn kominn til að taka á móti þeim. Hann nær plantinu samt sem áður raflega stórt þarna. Breytir svolítið aðstöðunni fyrir Þorsteinn til þess að spila þetta. En hann er 1 á 4. Það er ekki séns. Þorsteinn finnur 1, en það er Viktor sem lokar og Saga tekur pistol round nr. 3 í þessum 2 leikjum, Tommy. Litli sigrar, Vissart kominn með frögg, vargur hnífaður og pistol. Er þetta ekki bara nokkur checkmörk á checklistan eða? Þetta er bæði check á checklistan og svo er þetta móralskur sigur fyrir lið Sögu akkurat núna. Við sjáum það bara á þeim að það er léttara yfir þeim eftir þetta round heldur fyrir. Og ef þeir ná núna að taka round nr. 2, taka round nr. 3 og þá er það sem við töluðum allt í einu er þetta komið í 10-5. Og allt í einu eru Dusty í falir. Það er hægt. Þeir eru falir, þeir eru mögulegu spari, skilur við. Það opnar þennan leik, en Saga verða að láta það gerast akkurat núna, Tommy. Engin mistök leyfð. Líkur á því Deglundar hafi ekki verið að syngja hinga til allavega á. Vissart opnar þetta á, hann er rækilega búinn að opna fraggreikningin. Já, Viktor líka að koma sér meira á blað. Það er búið að vera erfitt hérna fyrir Dom, Vissart og Viktor saman bara með 8 frögg á þessum tímapunkti. Clever situr á 14 og ADHD 7. Hinum meginn hins vegar Þorsteinn F með 21 fellu eftir 13 lótur. Getum við talað risastóru hreðjarnar á ADHD með þessu kaupi samt? Já, það er svolítið þannig. Þannig við fengið þetta droppað, Rafle þarna finnur Vissart eftir að Vissart finnur varginn. Og það er þá Edison og Rafle á móti 4 hér í þessari lótu. Viktor að fara að taka móti einum. Já, ADHD með hinn með vappanum. Hann hnífaði náttúrulega varg og fekk hellinga pening. Já. Og mjög snemma sem vapnin kemur í leikinn allavega. Mjög snemma og það er líka bara gæti verið líflínan sem að Saga þarf. Ef þeir fá ADHD ferskan inn á vappan akkurat núna, ef það kviknar á honum, að þá eiga þeir góðan séns á að loka einfallega CT-hliðinni og það er eitthvað sem við sjáum reglulega í Nuke. Ef það er eitthvað map, þá er það Nuke eða Inferno sem við sjáum þessi stóru compacts, Tommy. Við höfum séð það á báðum hliðum. Stundum er það momentum, stundum er það hvoru megin og ert sem að skipta máli, en það er hérna lóta númer 15, kaup í kaup. Það var keyptir Dusty og þeir reyna að henda smókvegg hér. Aðeins fyrir að spreyja gennum smókinn og Vissart hverfið síðan frá línunni. Og Pandas komið. Viktor, þetta er ekki góð byrjun hér og Dom spottar þarna allavega 2. Frábært skot hjá Edison þarna, upplýsingarna samt komnar í gegn og það er þá allt á ADHD hérna. Vissart með 1 uppi og þeir eru að stöffa út tíð hérna.
Sá hann varginn? Það er góð spurning. Harkur, glæsilegt skot hjá honum. Svinga vítt, lætur að ganga. Clever samt, finnur Þorsteinn F. Stærsta leikmann Dusty í þessu mappi. Vissart með annan. Clever. 2 á 2. Vissart með þriðja leikmannin hérna og er þá komin í 1 á 1. Hvar er plantað? Það er lítill tími eftir. Hann fer á bombuna, það er Hedison. Spilar þetta hárrétt, býður eftir tekinu og tekur fætinn með low HP. Taugar úr stáli, Gegar ekki skotið þarna og Dusty eru komnir í 11 lotur, Tommy, 2 frá sigrinum, ekki bara í þessu mappi, heldur í seríunni, í mótinu, 2 lotur til þess að tryggja sér út til Bretlands. Og já, ákvörðun tekin hjá Sögu. Það er erfitt að taka nákvæmlega þessa ákvörðun, en Það er það, en það er að duga að drepast. Það er alltaf erfitt að ætla að spila upp á jafntefli með bara 4 lotur, en við höfum alveg séð að gerast áður. það sé rámt. Og er Þorsteinn F að strauja í gegn á rampinu, menn hann missir einfallega af Dom. Og svo er það Viktor, en það er Edison. Hann er komin í gang með 2 fellur þarna, það opnar A-sætin. Mollin kemur niður vent á meðan að Rafle plantar bombunni. Það er 3 á 3 hérna. Vissart, Dom og ADHD á móti Varg, Edison og Rafle. Þetta er upp á að komast í map point, Tommy, match point. Vargurinn, hann reynir að gera allt. Skotin 2v2. Þetta er ekki. Þeir eru að liggja á því að gera eitthvað hérna, en Vissart finnur fyrsta. Það er 1 leikmaður eftir, hann er að fela sig bak við bláa kassan, en Vissart finnur hann. Það er meðan tíma til að diffuse bombuna. Þetta Það er er 10 ekkert sekundna diffuse. 5, 4, 3, 2. Nei! 12. rándið Það komið í munar sekúndu broti, Tommy! Það er Mats og championship point á Dusty. Þetta getur ekki verið tæpara. Þetta gat ekki verið tæpara. Þetta voru sekúndu brot sem að skildu á milli þess að Dusty séu komin í þá stöðu að næsti sigur hérna tryggir þeim titilinn. Á meðan að Saga hefði getað klórað sig ennþá lengra aftur inn í þennan leik. Þetta er sorglegt, þetta er grátlegt, en núna þurfa taugarnar að vera á réttum stað. Hausinn þarf að vera á réttum stað, það má ekki láta þetta pirra sig. Verkefnið er skýrt, 8 lotur í röð. Geta Saga gert það? Það er spurning, ADHD allan að klikkar á fyrsta skotinu og takkaði vel niður. Það er fyrsta fellan sem að er í rándi nummer 17. Gæti verið seinasta sem verið spilað hér á sviði. Næsti er Dom og þeir eru konum með rappin. Viktor reynir sitt allra besta í gerðum ískur og þá eru þau 2. Clever og Vissart. Reyna að finna einhverja leið en þeir eru bara með allt of góð tök á þessari lotu. Bomban komið niðri og allt setupið komið. Þorsteinn með, páða hérna 2 og Dusty, þeir eru sigurvegarar Reykjavík International Games. Já, Tommy, það er, við hæfi að Þorsteinn F loki þessum leik hérna fyrir Dusty. Búinn að leika á alls oddi fyrir Dusty þarna, in-game líderinn, reynsluboltinn í teiminu og frábær frammistaða hérna hjá Dusty. Saga ekki alveg að komast í gang í núk, gá okkur góðan leik í einsend en vel verðskuldaðir að vera þarna upp á sviði en það er ljóst, Tommy, Dusty eru meistararnir, það eru Dusty sem eru á leiðinu út til Bretlands og þeir ætla að reyna að koma með dolluna heim. Það er nákvæmlega þannig, en við ætlum að kíkja í örstuttar auglýsingar og síðan tökum við eitt skemmtilegt viðtal við sigurvegarana. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt.
Já, velkomin aftur. Það eru Dusty sem eru sigurvegarar Reykjavík International Games og þeir eru komnir hérna til okkar. Já, front double bicep, ég fíla. Til hamingjustrákar. Takk fyrir. Já, það er spurning hvort það heyrist í mækinum, það veit enginn. Ég veit ekkert hvort það heyrist í maður. Það er verið að vinna í því allavega. Það er hægt að vinna í því. Allavega, hvernig fannst ykkur að spila svona upp á sviði svona aftur? Þeir eru allir komni með góða sviðsreynslu en svona return to svið. Já, hvað með Þetta er einmitt eitthvað sem að hefur vantað svona allavega svona á meðan ég hef verið á toppnum núna. Það hefur ekki verið gott svona stage event, bara svona arena lön og þetta er aðeins öðruvísi væp sko. Þannig að mér finnst það góð reynsla. Mér leiði eins og þú væri að draga mig að til að kissa mig sko. Ég held þú væri bara ápeppast alveg hefði. Það er ekki með mæk, halló. Jú, herru. Maður veit aldrei með Bandas í Sigur Vímu, hann gæti bara hent í sleik við hvert sem er sko. Já, það er vissulega þannig. Mér langar að byrja á því að spyrja, sko, Saga komið þetta náttúrulega í viðtal fyrir leik og Adi Hátti var að tala það er alltaf séns og svo framvegis. Hvernig var svona að mæta Sögu og Kó þarna í byrjunarleiknum bara Anubis? Já, þeir áttu ekki séns sko. Það er alltaf skemmtilegt hvað þú drullaður alltaf. Þetta var bara virkilega einfalt sko. Það er allavega, sko, frá okkar sjónarhorni, þá leit þetta út fyrir að vera svona þokkalega close leikur. Já, við töpum bara pistol, skilur. Já. Þannig að, þú veist, já, það er alveg eitthvað. Þetta var eitthvað spennandi fyrir áhörðuna, sko, en þú veist, þetta var alls ekki spennandi fyrir okkur, sko. Ert þú búin að fara í fjölmiðlaþjálfun, Bandas? Það er eins og þú sett að búa til fyrirsagnir hérna. Þetta er alveg geggjað. En mapp nummer 2. Já, bara, þú veist, sama sagan, við unnum pistol þar og þá var þetta örlítið léttara, skilur. Hvernig leið ykkur að spila með, já, ábyggilega elsta mann sem hefur stíð upp á svið að spila Counter-Strike? Það er ógeðslega erfitt, sko, og það er eitthvað sem við erum að, þú veist, einbeita okkur mikið að, þú veist, við þurfum að halda Ronni því að, þú veist, hann nægir oft, þú veist, upplýsingar og augun, þú veist, lúin oft og ég veit ekki, þetta er, þú veist, við erum alltaf, þú veist, við erum að vinna með það sem við höfum, skilur, þú veist, það er bara... Við erum að vinna með það sem við hafum. Já, þú veist, hann er mest í grændirinn á landinu í dag og, þú veist, og auðvitað viljum við hafa bara sem mesta spilatíma í liðinu og þá stöndum við bara uppi svolítið með 1.40, sko. Já, það er alltaf skemmtilegt. Það skilur alltaf sínu þegar hann nefnir nota riffil. Hvað fannst ykkur vera moment leiksins? Þú veist, það er alltaf svona smá stemning sem á sér stað á sviðum, það eru klötsinn og þessi multikill og svo framvegis. Hvað stóð svona upp úr? Klötsi hans klefur, það var gott. Já. Þeir þróa í rampnum. Klötsið hans klefur, já. Það sé ekki að vera í skuggi, sjáanlega. Það með Edison á A-in í núk, litli. Já, þú veist, það getur heldur betur verið þannig. Óli, já. Hver er MVP seríunar? Sko, ég fann sko velunlegrip hérna, þú veist, ég ætla að afhenda 1 stykki Red Bull til MVPs, þannig að það er til mikils að vinna. Alveg, þetta kostar alveg, sko. Já, alveg. Þó að menn halda að gera það ekki. Vílít. Já, sko, ég gaf viss þetta í mappið 1 og það var bara því mér fannst að hafa sko, mest áhrif á þann leik. Ég held að það sé sko, óumdeilanlegt að mestu áhrifin í seinni leiknum fara til Þorsteins og það sem þeir enda sem sigurvegari að útnefna Þorstein F sem MVP Reykjavík International Games 2025. MVP, það er Steini skólastrákur. Hins vegar þá eigum við líka einn bikar til að afhenda sem sigurvegarnir. Þá fáið þið hérna þennan glæsilega bikar. Þetta er svona svipastórt og eitt Red Bull, þannig að þið, já, veist að bera við bísepin. Gerðu það á vargi frekar. Muna talsett þarna. Já, muna talsett þarna, sko. En þetta bísepin á varg er bara jafn stór og Pandas. Eiginlega. Svipa þungt þetta. Já. Herru, já, þetta er sínusvotna bikar, sko, en við tökum hessuna væntanlega, sko. Við erum bara mjög sátti með hennan, eða ekki? Núna koma erfiðu spurningarnar hins vegar. Fyrir að sjálfsögða að fá farmiða, flug og aðgangsmiða á Epiclan. Núna hafa nokkrir af ykkur farið á þetta LAN og unnið á sínum tíma. Er þetta line-upi sem þið ætla að taka frá Dusty á þetta LAN? Býtu fram yfir helgi. Já, við heldum bara svona. Mjögulega Arnar farin. Gæti verið að breytist eitthvað, ok.
Sjáum hvernig þolinmæðin fyrir einum ákveðnum mjög gömlum einstakling verður eftir helgi og já, mér finnst Það er náttúrulega erfitt að þurfa að fara með einn liðsmann í kvöldmatt svona fyrir seríu klukkan 7 og svona og það komið fram yfir háttatímaðan og svona. Þannig að taka blund svona eftir hátegi sko. Já. En það skilaði samt sínu, þetta var frábær frammistaða hjá þér Vargur í þessari seríu, tímasetningarnar voru on point, sérstaklega ef við tökum til dæmis niðri í núk að þú hafðir undir eina sekundu þar sem báðir leikmenn voru að horfa í áttina single og þú nýtir það, svingar út nær 2 kilum, hvernig, nú ertu búin að vera lengi í senunni, lengi að spila Counter-Strike, hvernig er þessi reynsla svona með allt annað sem þú hefur farið í gegnum á ferðinum? Gaman að vera og taka þátt í þessu samfélagi. Það er svo yfirleitt mjög jákvægt nema að kemur skandall upp. Er mækinn að virka? Tala nær mæknum. Mækinn er bara döður. Þarna, nei. Mér finnst það bara ótrúlega gaman að vera hérna og reyna að hjálpa að byggja betri senu og allir saman. Og reyna að gera einhvern skaða fyrir Íslands hönd. Væri gaman. Gekja. Þá held ég að við köllum það bara gott hér úr Laugardalshöll. Það fyrir að sumar að fara að komast hér í háttinn og hafa það notalegt. Dusty allana sigurvegarar, þeir eru að fara út fyrir hönd Íslands á Epiclan og eru að fara að standa sig eins og algjörar hetjur. Til hamingju Dusty, til hamingju rafíþróttir á Íslandi. Við erum alveg best. Takk fyrir okkur.